Góða kvöldið. Má ég biðja þá sem ætla að vera með hérna á fundinum að koma upp á svið til mín, fá sér sæti. Ég er að hugsa að leyfa ykkur bara að setjast hérna niður í sömu röð og þið komið upp. Það var dregið hér, dregin röð. Þá er Framsóknarflokkurinn verður fyrstur, þannig að Líneik, ég ætla að biðja þig að taka hérna sæti númer 2. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn er númer 2, þannig að Björgvin, ef þú myndir setjast við hliðina á Líneik. Svo kemur flokkur fólksins, Jakob Frímann. Sjálfstæðisflokkurinn, Njáll Trausti, númer 4. Svo er Sósíalistaflokkurinn, Haraldur, númer 5. Samfylkingin, Hilda Jana, númer 6. Viðreisn, númer 7, Eiríkur. Vinstri græn, númer 8, Jódís. Miðflokkurinn, Sigmundur, númer 9 og Píratar, númer 10. Þannig að Brynjólfur og Einar segi á endanum. Þú ætlar að sitja hérna á Dagmar? Ég ætla að vera hérna á endanum. Þú ert Haraldur, er það ekki? Já. Þú ert þá númer 5. Ekki rétt hjá okkur. Það er Líneik, Björgvin, Jakob Frímann, Njáll Trausti, Haraldur, Hilda Jana, Jódís, Sigmundur og Einar. Sigmundur er kom. Hann er fyrir utan. Sigmundur á leið. Viltu segja okkur hvað hann er? Já. Það er 1 mínúta í þetta. Ég ætlaði bara svona aðeins áður en ég starta þetta saman og útskýra fyrir ykkur sem það verður. Það er sem sagt hver aðili fær 3 mínútur í framsögu. Það mun vera löng á tíma. Tek tímann og æpa ákveð þegar það er kominn tími og þá hafið þið tíma 3 sekúndur til að klára það. Og svo stundum við spurningar annars vegar á netinu og einnig úr sal. Það er komið til margar spurningar gegnum netið. Þannig að ég opna svolítið á þær, sérstaklega þær sem eru komnar með bestu lækin. Og svo reynum við bara svona að ég kasta kannski líka nokkrum spurningum í einu og reynum bara að hafa það svolítið, já, svo við náum einhverjum spurningum og þetta er svolítið margir að hafa svörum bara til skýr skoðun. Er system á því, er ákveðið frá því að spurður er? Það er allur gangur. Já. Það er ef það er eitthvað málefni sem það er verið að spyrja alltaf og kannski sérstaklega verið að spyrja einhver viðkomandi og þá kannski vantar ég líka bara á þann aðila í heiminum. Og ef það er eitthvað sem er til þess að fá mörg like fyrir eitthvað sérstaklega framboð þá er þetta spurninga af því. Hvað eru þessar spurningar á? Það er inn á Facebook. Það er spurningar sem eru komnar inn og ég segi ekki bara aðeins frá því. Það er snúast til dæmis flugvallarmál. Það er snúast sameiningu sveitarfélaga. Það komur eins og spurningum á því á lánsfjöldi og svoleiðis. Það snúa að hálendisumræðu, hálendisumræðu. Það snúa að það var eitthvað sem var komið frá því umræðu. Já, það var eitthvað annað líka. Já, það var kjördæmaskipun. Ertu til að fá að taka á það? Okkur vantar 1 frambjóðanda hérna á sviðið. Við ætlum að athuga hvort að hann sé ekki mættur áður en við byrjum.
klár, Hjalti? Jæja, gott fólk. Velkomin öll sömul og hjartalega velkomin hingað í Valaskjálf á þennan kosningafund sem að Austurfrétt og Valaskjálf standa fyrir saman hér í Norðausturkjördæmi. Ég heiti Dagmar Stefánsdóttir. Síðast þegar ég stóð í pontu hérna í þessum sal þá titlaði ég mig á rangan vinnustað sem var svolítið gott. Þannig að núna ég að hugsa að segja ykkur hvar ég raunverulega vinn. Ég sem sagt starfa hjá Alcoa Fjarðaáli, sé þar samskipti og samfélagsmál. En ég kynnti mig sem síðast þegar ég var hérna að ég væri í vinnu hjá Háskólanum á Akureyri því að Eyjólfur rektor var nýbúinn að vera að tala á undan mér. Þannig að ég vann líka einu sinni þar, þannig að þetta var allt mjög ruglingslegt. Ég fékk mjög margar spurningar og eftir bara, þetta búin að skipta vinnu? Já, en við reynum að halda okkur á réttum nótum í kvöld. Við ætlum að sjálfsögðu að reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt og áhugavert hér í kvöld. Við erum komið með frambjóðendur frá öllum flokkum sem að bjóða hér fram. Við ætlum að hafa þetta þannig að hver frambjóðandi fær 3 mínútur til að flytja hér svona framsöguræðu og svo tökum við spurningar bæði úr sal og eins á netinu. Það eru komnar dálítið margar spurningar á netinu og margar þeirra búnar að fá mörg like eins og sagt þannig að við munum kannski svona einblína svolítið á þær spurningar sem eru að fá svona mesta athygli. Það hægt að senda inn fyrir þá sem að horfa á Austurfrétt, það hægt að senda inn spurningar í gegnum hlekk sem að finna inn á Austurfrétt, þannig að hvetjum fólk til að gera það. En ég ætla nú bara strax í byrjun samt að taka fram að ég get ekki lofað því að allar spurningar komist að, því að þetta er auðvitað margt fólk sem hefur örugglega líka margt að segja. En ég minni á það að sérstaklega fyrir þá sem eru hér í sal ef þeir ætla að spyrja að við höfum spurningar hnitmiðaðar og höldum ekki neinar framboðsræður í salnum. Það er mjög mikilvægt að það verði bara fólki hérna á sviðinu sem að séum það í kvöld. Mér langar að byrja þetta á því að fara hérna niður borðaröðuna og fá ykkur til að kynna ykkur með nafni og frá hvaða flokkið þið komið og leið ætla ég að biðja ykkur að segja mér frá ykkar stærsta ótta í lífinu. Og ég skal nú ríða á vaðið því ég að setja ykkur í svona klemmu. Minn stærsti ótti í lífinu eru býflugur og geitungar. Ég veit þetta er mjög órökrætt ótti, ég ræð bara ekki við þetta, ég hleyp bara öskrandi í burtu því ég sé þessi kvikindi. Þannig að við byrjum bara hérna á Líneik. Er þessi ekki, hvað þarf að gera þegar þessi fara í gang? Nei, 1, 2. Það er kveikt á honum sko. 1, 2. Njáll sér engan nema Steingrím, það er spurning hvort að það sé einhver dulin skilaboð í þessu. Heyrðu, gjörðu svo vel, þú ríður á vaðið. Já, komið sæl, ég heiti Líneik Anna Sævarsdóttir og ég í öðru sæti á lista Framsóknarflokksins í kjördæminu og starfandi alþingismaður. Ég ekki hrædd við pöddur, að ég held að minn ótti sé helst hæð. Ég hvorki á leiðinni teygjustökk eða fallhlífastökk, þið getið verið alveg viss það. Takk fyrir það. Já, gott kvöld. Björgvin heiti ég, Egill Vídalín og hérna í oddvitasæti fyrir Frjálslynda lýðræðisflokkinn. Sannleika sagt þá ég óttalaus. Ég mér dettur ekkert í hug. Það Hagamús sem hefur búin að búa með mér í 2 ár í sumarbústað og hún svo bara eins og hamstur mitt, þannig ég get eiginlega ekki fundið neitt. Jæja, takk fyrir það. Þetta ekki kynning á frambjóðendum? Nei, þetta bara byrja. Ég ætla að viðurkenna það líka og ég var nú kallaður Jakob Óttalausi fram eftir aldri í menntaskólanum við Hamrahlíð og víðar. Ég fann ekki fyrir neinum ótta, ég ólst upp í að mér fannst miklu öryggi og laus við allan kvíða og allt það sem hrjáir marga. Þangað til ég eignaðist mitt fyrsta barn og var að klifra upp stiga, háan stiga, ætlaði að þrífa glugga og allt í einu var ég gripinn ótta við það að falla hugsanlega úr stiganum og að barnið misti þar með föður sinn og fyrirvinnu. Ég hef ekki fundið fyrir þessu síðan reyndar. Já, Jakob Frímann, hún náttúrulega frá flokki fólksins í fyrsta sæti.
taka það fram. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og komið þið sæl. Ég heiti Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Þegar ég var skiptinn með Bandaríkjunum 87-88, þá þótti mér mjög óþægilegt að hlaupa í skóginum með alla snákana í kringum mig. Þannig ég hef alltaf verið mjög hræddur við snáka. Það er svona helsta í lífinu, þannig var alltaf mikið annað. Já, ég heiti Haraldur Ingi Haraldsson og ég er í fyrsta sæti fyrir sósíalista hérna í Norðausturkjördæmi. Ég er með tillærða lofthræðslu. Það er eitthvað sem hefur aukist með árunum og ég veit ekki hvert þetta fer á endanum en ég verð æ lofthræddari eftir sem ég eldist. Ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og skipa annað sæti á Samfylkingunni hér í Norðausturkjördæmi. Og minn ótti, ég held að það sé alveg óhætt að segja að það er hatur og eigingirni. Góða kvöldið, komið þið sæl. Eiríkur Björn Björgvinsson heiti ég og skipa fyrsta sæti Viðreisnar í Norðausturkjördæmi. Varðandi ótta, ég er rosalega gleymin á nöfn og ég óttast það mjög að ég gleymi einhvern tímann hvað ég heiti, en ég myndi það allavega í kvöld. Já, komið þið sæl. Ég heiti Jódís Skúladóttir og ég skipa annað sæti fyrir VG í Norðausturkjördæmi. Ég eyddi stærstum hluta ævi minnar í ótta við álit annarra, en svo vaknaði ég bara einn daginn og sagði skilið við það og nú bara óttast ég ekkert hvað ykkur finnst mig. En ég held að minn stærsti ótti í dag sé þá kannski að eitthvað komi fyrir mína nánustu, börnin mín. Takk. Ég heiti Sigmundur Daði Gunnlaugsson, oddviti Miðflokksins og ég óttast tímann, ekki dagblaðið sáluga, blessuð sé minning þess, heldur tímann sem að líður allt og hratt. Já, sælveriði, Einar heiti ég og er Brynjólfsson, ég er oddviti Pírata. Ég er sjúklega hræddur við ísbirni. Já, svona þetta. Nú þekkjum við þessa frambjóðendur aðeins betur, gefum við gott klapp. Þá ætlum við að hefja framsögur og þau munu koma hér upp frambjóðendur í þessari röð sem þau sitja hérna. Líneik ríður á vaðið og þau fá 3 mínútur til að flytja stutta framsögu og þá mun ég reka hastarlega á eftir þeim að koma sér úr pontunni. Þau verða að ljúka máli sinu mjög fljótt eftir að ég byrja að æpa á þau. Það er nefnilega málið að ég þarf að vakna rosalega snemma í fyrramálið og ég get ekki verið hérna í alla nótt, þannig að þið verður bara að halda ykkur inn á tíma. Herðu, gjörðu svo vel, Líneik. Fundarstjóri, ágætu með frambjóðendur og fundarmenn í salnum og við á netinu. Eins og áður sagði þá sitt ég í öðru sæti á lista Framsóknarflokksins og starfandi alþingismaður og hef verið það nú nærri í samtals 8 ár. Ég er mjög stolt af verkum Framsóknar á þessu kjörtímabili. Framsókn hefur náð verulegum árangri í ríkisstjórnarsamstarfinu og hefur leitt mikil umbótamál sem hafa orðið að veruleika og má það nefna umbyltingu í málefnum barna, samþættingu þjónustu í þágu barna, nýjan menntasjóð námsmanna, aukna aðsókn í kennaranám og iðn- og starfsnám vegna aðgerða sem hafa farið í, umbætur í húsnæðismálum, loftbrúna og stórsókn í samgöngum allt land. Og þessi mál hafa öll orðið að veruleika þrátt fyrir heimsfaraldur. Við í Framsókn viljum halda áfram á sömu braut, einhenda okkur í verkefni sem bíða og við vitum að framtíðin ræðst á miðjunni. Ég er Framsóknarmanneskja af því ég veit að það gerir enginn neitt einn í stjórnmálum. Það þarf samvinnu þvert á flokka, milli fólks í landsmálum og sveitarstjórnum, milli stjórnsýslu og stjórnmála, milli íbúa á hverju svæði, notenda opinberrar þjónustu og stjórnmálamanna. Við þurfum öll að vinna saman, við gerum þetta saman. Á næsta kjörtímabili leggjum við áherslu á að byggja ofan á árangurinn meðal annars í þessum málum sem ég fór yfir áðan, fjárfesta í fólki með því að halda áfram að endurskoða kerfin með það að markmið að bæta þjónustu við fólki sem notar þau,
til dæmis að nota sömu aðferðafræðina og notuð var við endurskoðun á barnamálunum til að bæta þjónustu við aldraða og til að leysa ýmis aðkallandi verkefni í heilbrigðiskerfinu. Við leggjum líka áherslu á að halda áfram uppbyggingu innviða. Þó aldrei áður hafi jafnmiklum fjármunum verið varið til samgangna, þarf að halda áfram að bæta í. Öflugir og öruggir innviðir eru grunnurinn að betri lífsgæðum, ekki síst í þessum landshluta og þessu kjördæmi. Mikið hefur áunnist en framkvæmd og viðhaldsþörf samgöngumannvirkja er hvergi nærri uppfyllt. Svo eru ýmis verkefni þar sem við viljum halda áfram að jafna leikinn, til dæmis í frístundastarfi með frekari jöfnun ferðakostnaðar innanlands og beinum styrkjum vegna tómstunda barna, en líka viljum við jafna leikinn á varðandi stöðu fyrirtækja, þannig að það sé meira jafnræði á milli lítilla og stóra fyrirtækja, meðal annars með þrepaskiptingu í skattkerfinu, þrepaskiptingu í greiðslu tryggingagjalds og eftirlits- og þjónustugjöldum, þannig að minni og meðalstór fyrirtæki greiði meiri takt við. Já. Þá vil ég að lokum hvetja ykkur til að setja X við B, þannig að Framsókn hafi sterka stöðu eftir kosningar. Áfram veginn. Kæra þakkir fyrir það, Líneik. Þá komið að Björgvinni frá Frjálslynda lýðræðisflokknum. Gjörðu svo vel. Ágætu fundargestir. Á ferminu kjördæmi í sumar þá voru nokkuð mál sem skára sig úr. Það voru heilbrigðis- og heilsugæslumál, húsnæðismál, atvinnu- og samgöngumál og öryggismál. Eitt var sorglegt að sjá hvað hafnirnar í smærri bæjum voru líflausar. Við í Frjálslynda lýðræðisflokknum viljum gera handfæraveiðar frjálsar og bátar geti landað í heimahöfn og selt fisk til íbúa og annarra beint frá báti eins og gert beint frá bíli. Einnig þarf að taka til í málum eldri borgara og öryrkja, skapa þessum hópi loksins áhyggjulaust ævikvöld. Hækka persónuafslátt í 100.000 og skattleysismörk verði 300.000 krónur. Allar skerðingar afnumdar. Við viljum fara þá leið að það verði stofnað sérstakt ráðuneyti fyrir þennan hóp. Ráðherrann getur þá ekki skýlt sér á bak við nefndir eða önnur ráðuneyti til þess að teygja lopann. Heilbrigðismál þarf að setja í algjöran forgang. Til að byrja með, taka í gegn þau húsnæði sem eru fyrir hendi, endurnýja allan tækjakost af bestu gerð, ekki nota dót frá öðrum. Þetta þarf að gera til þess að sérfræðilæknar og hjúkrunarfræðingar komi og vilji starfa hér. Húsnæðismálin eru undirstaða fyrir þess að framþróun eigi sér stað hérna. Endurvekja þarf félagslega húsnæðiskerfið í samvinnu við ríkisins, sveitarfélaga og verkalýðshreyfinguna. Einn þriðji af íbúðarhúsnæði sem er í boði þarf að vera á kostnaðarverði í félagslega kerfinu. Fyrirmyndina er að finna í flestum borgum Evrópu og hefur staðist dóm reynslunar í nær heila öld. Góða samgöngur þurfa að vera til staðar svo austurhluti kjördæmisins geti kallast eitt atvinnusvæði. Það þarf aðeins 10 milljónir króna upp á það að búið sé að fullfjármagna Seyðisfjarðargöng svo Vegagerðin geti boðið út verkið. Árið 2007 þá var eitthvað lofað Helsás-Axarvegi í sárabót fyrir tapaðar aflaheimildir. Í dag staðan þannig að ríkisstjórnin í samstarfsverkefni með fjárfestum
sem hefja málið að sögn Vegagerðarinnar. Einnig brýnt að ný Múlagang verði sett í farveg sem fyrst og hringvegur verði gerður Skriðdal. Það þarf að auka fjölbreytni í atvinnulífinu og okkar hugmyndir svo að öll fyrirtæki, bændur, iðrækt, grænmetisbændur sem eru í matvælaframleiðslu fái raforku á stóriðjuverði ásamt frumkvöðlum og þeim sem eru í atvinnuskapandi greinum. Nota á fjárfundatæknina til náms og atvinnutækifæra. Sem björgunarsveitarmaður vil ég eina björgunarþyrla verði staðsett hér í kjördæminu til öryggis fyrir íbúa og sjófarendur. Og varðskipi sem í smíðum eða var lofað verði heimahöfn í Ólafsfirði. Takk fyrir. Kæra þakkir. Þá komið að Jakobi Frímanni og hann fyrir Flokk fólksins. Gjörðu svo vel. Já, gott fólk. Ég eins og sumir vita, alinn upp á Norðurlandi, sótti með konu til Austurlands og börnin okkar eru sem sé holdtekjur norðaustursins. Ég hef samt kynnst í sjaldeiris vel á undanförnum vikum að maður dálítið jaðarsettur hér í norðaustrinu og þá frekar í austrinu en norðrinu. Mér finnst ýmsu hafa hrakað frá því að fyrir 20 árum síðan þegar maður gat skotist á milli Akureyrar og Reykjavíkur í flugvél og maður þurfti að fara á fundi eins og í gær og svo aftur í dag og vera að vinna annar staðar á milli. Samgöngur eru stórmál en ekki bara samgöngur. Samband, að vera í sambandi við annað fólk mér lífsnauðsyn eins og maðurinn sagði. Og ég næ ekki að vera í sambandi við annað fólk þegar ég að aka á milli Akureyrar og Egilsstaða, hvað þá Egilsstaða og Hafnar í Hornafirði. Þetta bara hreint skandall. Við erum búin að bora í gegnum fjöll og firði en það engin leið að halda uppi samtali við fólk. Eins og menn reyna að vinna í fjarvinnu núna, bæði í neti og síma og öðru. Áherslur Flokks fólksins eiga að vera öllum ljósar, allavega þeim sem sitja við þetta borð, því að allir virðast hafa tileinkað sér megin áherslu Flokks fólksins, allavega fyrir þessar kosningar og sumir reyndar fyrir síðustu kosningar og þar áður. En svo gerist eitthvað eftir það. Jaðarhóparnir sem eru auðvitað ekki bara þeir sem ég var að lýsa hér, heldur þeir sem hafa gert það samfélaginu að verða fullorðnir, komast á ellilífeyrisaldur eða hafa lent í áföllum og orðið öryrkjar eða slíkt. Þeir eru þannig afsettir að þeim ekki ætlað að komast af. Liðið sem 2,3 milljónir á mánuði í ríkisstjórninni skammtar liðinum 260 skall til að borga húsaleiguna. Það ekkert eftir fyrir dýrustu matarkörfu í heimi. Bensíni sem ríkið hirði 70% af og svo víðari. Ég hef verið í tölverðri málafylgju í Reykjavík í þinginu undanfarin ár fyrir mína stétt sem kannski upplifunargeirinn og nú á síðari árum ferðageirinn. Og ég hef lært hvernig maður nær fólki með sér og ég ætla að bjóða þá liðveislu ykkur austfirðingum og norðlendingum af því að þið eru mitt fólk og okkar fjölskyldunar. Ég ætla að gefa næstu 4 árin í það. Að útrýma fátækt, skilja ekki jaðarhópa eftir sem að hafa ekki orku eða getu til að vinna fyrir sér og þeir sem að reyna það eru slegnir niður og þeim haldið í fátækragildrinu upp á 260 skallin. Þetta megin málið. Ég trúi því að bændur og búalið séu í forsenda þeirrar blómlegu ferðaþjónustu sem að hér í dag en bændur eru líka lýðheilsu stólpar. Ég trúi því að íslensk búvara sé þá hollasta sem við getum sett í okkur og það mun í rauninni spara heilbrigðiskerfinu þegar fram í sækir að neyta íslenskra fæðu, framleiða hana hér á sanngjörnu rafmagnsverði og við hliðhollar aðstæður. Ég ætla ekki að segja meira sinni. Takk fyrir. Hér í Vatn fólksins dæmi auðlind sem við eigum öll sameiginlega. Takk fyrir það. Þá komið að Njáli Trausta frá Sjálfstæðisflokknum. Gjörðu svo vel.
fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Stöðugleiki, það er það sem við sjálfstæðismenn tölum í dag. Ábyrg fjármálastjórnun og stærsta verkefnið á komandi kjörtímabili raunverulega að eiga við eftirheitur COVID og stöðu ríkissjóði í framhaldi af því. Sem betur fer, þegar COVID hófst fyrir 18 mánuðum síðan, þá stóðu ríkissjóði mjög vel. Fjármálastjórn Bjarna Benediktssonar í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu hafi skilað góðu búi undanfarin 8 ár og ríkissjóður stóð afskaplega vel. Það var farið í gríðarlegar aðgerðir í framhaldi af COVID hófst í mars á síðastliðnu ári og stóra verkefni í dag það að í fjármálaáætlun reiknað með að halli ríkissjóð á næstu í 5 ára fjármálaáætlun sé 1.000 milljarðar sem meiri skuldir heldur en voru á ríkissjóði þegar COVID hófst. Það voru 700-800 milljarðar. Þannig að það er stærsta verkefnið í íslenskri pólitík, það að verja stöðuleikann, verja lífskjörin í landinu og halda áfram síðan á sömu braut og halda áfram að byggja upp samfélagið og þessar sterku stöður sem við erum í. Við erum kannski það eitt samfélagi í heiminum sem kemur best út úr COVID og þeir vegferð hvernig við tekist á við þetta mál. Heilbrigðismál, atvinnumál, samgöngumál. Þetta eru og verða alltaf stærstu málin í landsbyggðarkjördæmi eins og norðausturkjördæmi er. Þannig ég reikna við séum öll að tala þessi málefni. Undirstöðu atvinnugreinar, sjávarútvegur, landbúnaður, ferðaþjónusta og svo höldum við áfram að byggja hugverkaiðnað og aðra möguleika áfram sem við höfum verið að vinna að og hefur gengið vel á síðustu árum að byggja upp. Við sjálfstæðismenn í þessari kosningabaráttu höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á eins og sjá má á skrifum þingmanna og frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins. Það græn orkubylting fyrir Ísland. Það það að við höldum áfram að nýta og styrkja landið okkar, auka samkeppnishæfni þjóðarinnar með því að nýta græna orku fyrir græna orkubyltingu. Við erum að tala orkuskiptin en við viljum líka tala bara möguleika sem tengjast útflutningi á grænni orku, rafeldsneyti, nota innanlands í gagnaverum og slíku hlutum. Fjórða iðnbyltingin snýst græna orku og góð fjarskipti. Við erum að efla þetta tvennt og það væri gaman að taka frekar umræðu þar í kvöld. Við erum að efla fjarskipti við útlönd, það verður að bæta við sæstreng og margt gott að gerast. En stöðugleikin og ábyrg efnahagsstjórnun, það það sem þessar kosningar snúast og þess vegna skipta kosningarnar núna 25. september gríðarlegu máli. Og við sjálfstæðismenn treystum á góðan stuðning kjósenda í þeim kosningum. 3 mínútur, takk. Það var alveg á sekúndunni. Þetta var vel gert. Þá komið að Haraldinga frá Sósíalistaflokknum. Gjörðu svo vel. Gott fundarfólk. Við hefum sett fram vandaða stefnu sem við köllum sósíalíska byggðastefnu og þar koma fram mörg af megin stefnumálum flokksins. Sósíalísk byggðastefna, með henni getum við snúið við áralöngu hnignunarskeiði og hafið þróttmikla uppbyggingu á landsbyggðinni, hafið löngu tímabæra uppbyggingu velferðarkerfisins með félagslegum lausnum. Sú uppbygging miðast við þarfir fólks, vonir þess og væntingar og á þeirra forsendum. Sósíalísk byggðastefna að efla pólitískt og efnahagslegt vald byggðanna. Grundvallarstefna Sósíalistaflokksins að fá valdið og þjónustuna heim í byggðirnar. Við erum landsbyggðarflokkur og sósíalísk byggðastefna ein af lykilstefnumálum flokksins. Til að tæpa á örfáum málum þá byggjum við upp heilbrigðiskerfi fyrir landið allt. Við viljum byggja upp gjaldfrjálst og ríkisrekið heilbrigðiskerfi á landsbyggðinni og nýta okkur meðal annars tækniframfarir til þess. Við viljum kvótann heim, það þýðir að við viljum leggja niður kvótakerfið og byggja nýtt lýðræðislegt kerfi þar sem við tengjum kvótann við byggðirnar. Það gríðarleg lyftistöng fyrir alla landsbyggðina og myndi hleypa lífblóði þar út allar æðar. Uppbygging félagslegt húsnæðis land allt.
Við leggjum til raunverulega lausn á húsnæðisvandanum í tilboði til kjósenda byggingu 30.000 íbúða á 10 árum. Í stað þess að húsnæðismarkaðurinn sé sniðinn að þörfum fjármagnseigenda og verktaka, þá verði gert stór átak í framleiðslu á ódýru og góðu íbúðarhúsnæði í félagslegum rekstri. Við skjótum mörgum stoðum með sósíalískri landbúnaðarstefnu undir uppbyggingu í landbúnaði. Við höldum vegakerfinu okkar frjálsu. Allt vegakerfið á að vera gjaldfrjáls og kostað af ríkisvaldinu og öllum landsmönnum tryggð frjáls för það. Vegakerfið okkar hefur verið almannagæði að nánast öllu leyti en nú standa fyrir dyrum ákvarðanir núverandi stjórnvalda róttækar kerfisbreytingar í anda nýfrjálshyggjunnar. Það sem búast má við að allar stórframkvæmdir verði einkavæddar og vegatollar settir á. Við höfnum þeirri leið alfarið og berjumst gegn henni að öllu afli. Við viljum endurreisa samvinnuhreyfinguna og lýðræðisvæða atvinnulífið. Sósíalistaflokkurinn vill einmitt þetta, endurbyggja samvinnuhreyfingu almennings og næstu kosningar, þessar sem eru núna 25. september, eru gríðarlega mikilvægar kosningar. Það skiptist í 2 horn, 2 blokkir, annars vegar er tími. Gott og vel, en þetta skiptir í 2 blokkir. Valið mjög skýrt. Ef við viljum félagshyggju og ef við viljum uppbyggingu þeim anda, þá skiljum við rauðu 25. næstkomandi XJ. Takk fyrir það, Haraldur. Þá það Hilda Jana frá Samfylkingu. Gjörðu svo vel. Komið heil og sæl, ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og skipa annað sæti Samfylkingarinnar hér í Norðausturkjördæmi. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Okkar helstu baráttumál fyrir þessar kosningar eru stóraukin stuðningur við barnafjölskyldur, alvöru aðgerðir í loftslagsmálum, betri heilbrigðisþjónusta og betri kjör fyrir öryrkja og aldraða. Ég sérstaklega brenn fyrir auknum byggðajöfnuði í öllu því starfi sem ég hef fengið að taka þátt í sveitarstjórn undanfarin ár og í vinnu minni þar á undan. Mig langar að nefna, fyrir mér eru samgöngubætur algjört grundvallaratriði aukins byggðajöfnuðar. Af því að samgöngur og ekki síst í jarðgöng, þau eru líka spurning aðgengismál. Þau eru aðgengi að heilbrigðisþjónustu, aðgengi að menntun, aðgengi að verslun og þjónustu og samfélagi. Ég á því að við þurfum og eigum að breyta verulega í íslensku byggðamunstri. Í dag búa 64% landsmanna á höfuðborgarsvæðinu og hátt í 80% á áhrifasvæði höfuðborgarinnar. Mér finnst að við þurfum að gera mun meira til þess að efla stöðu landsbyggðanna og samkeppnishæfni. Og samkeppnishæfni mun byggjast á ekki aðeins því að það verði störf í boði, vegna þess að vegna tækniframfara og breytt samfélags, þá mun ekki aðeins fólki elta störfin, heldur störfin fólki þangað sem það vill búa. Og þá þurfum við að hugsa hvar vill fólk búa og þar vill búa bæði við fjölbreytt atvinnutæki fyrir alla í fjölskyldunni og öruggt umhverfi. Við metum örugglega mörg sem búum utan höfuðborgarsvæðisins, meiri rólegheit, fjölskyldu, nálægð við náttúruna og svo framvegis, en þeir kostir í samkeppnishæfni mega sín kannski lítils ef að heilbrigðiskerfið, menntakerfið og önnur almannaþjónusta ekki ásættanleg. En ekki nóg með það, við viljum líka önnur lífsgæði, menningu, listir og tækifæri til íþróttaiðkunar, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að við þurfum að horfa í miklu stærra samhengi á það hvernig við ætlum að byggja upp þetta land, þannig líka sköpum við meiri verðmæti. Það nefnilega grundvöllur verðmætasköpunar að tryggja samkeppnishæfni byggða land allt. Ég hlakka gríðarlega til þess að leggja mitt af mörkum til aukins byggðajöfnuðar með sama hætt og margir sósíaldemókratískir flokkar og systurflokkar okkar á Norðurlöndunum hafa lagt mikla áherslu á byggðajöfnuð og það grundvallarstefna Samfylkingarinnar meiri jöfnuður.
það er frelsi og það er réttlæti. Og þegar það kemur að jöfnuði þá á við alla málaflokka í samfélaginu. Hvort sem þau tengjast málefni kynjanna, kynhneigðar, uppruna, búsetu, að þá er búsetugleraugun, mér finnst að þau að vera eins og við setjum upp kynjagleraugun, að þá setjum við upp byggðagleraugun. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá er komið að Eiríki Birni frá Viðreisn. Gjörðu svo vel. Ágæti fundarstjóri og góðu fundamenn. Mér langar að byrja á því að þakka Austurfrétt fyrir að halda þennan framboðsfund hérna í kvöld og sína frumkvæði vegna þess að við fáum ekki mörg tækifæri eins og þetta til þess að koma svona saman. Ástæðan fyrir því að ég býð mig fram til Alþingis er sú að ég sækist eftir að fá tækifæri á nýjum vettvangi til þess að vinna fyrir íbúa kjördæmisins þar sem ég hef búið og starfað í síðastliðin 30 ár. Mér langar að fá tækifæri til þess að nýta reynslu mína og þekkingu hinum megin við borðið, þá hlið borðsins sem að ég hef eytt miklum tíma ævinnar að takast á við. Ástæða þess að ég gekk til liðs við Viðreisn er grunnstefna flokksins, en hún er frjálslyndi og jafnrétti, réttlátt samfélag, efnahagslegt jafnvægi og alþjóðleg samvinna. Okkar helstu áherslumál eru eftirfarandi og í fyrsta lagi efnahagslegu stöðugleiki. Því efnahagslegu stöðugleiki er forgangsmál. Með stöðugleika skapast tækifæri fyrir langtíma uppbyggingu og við viljum tengja íslensku krónuna við evru og lækka það með vexti og kostnað heimilanna og fyrirtækja í öllu landinu. Við viljum réttlátan sjávarútveg. Viðreisn vill tryggja sátt sjávarútveg til framtíðar. Við viljum að sanngjarnt verð sé greitt fyrir aðgang á auðlindum okkar og samningur auðlindanýtingu séu tímabundnir. Gerum sjávarútveginn réttlátan og fyrirsjáanlegan með því að setja hluta kvótans á markað á hverju ári og þannig fá allir sanngjarnan hlut í auðlindinni okkar, þjóðin, sjómenn og útgerðin líka. Varðandi öflugan landbúnað. Við viljum að bændur fái sjálfir ráðið hvernig þeir rækta jörð sína í sátt við fólk og náttúru. Við ætlum ekki að draga úr stuðningi við landbúnaðinn en viljum endurskoðun á kerfinu þannig að það verði umhverfismiðað fremur heldur en framleiðslutengt. Við viljum að bændur hafi raunhæft frelsi til þess að vinna og markaðssetja afurðir sínar sjálfir. Við viljum þjónustuvæða heilbrigðiskerfið. Það er nauðsynlegt að draga úr bráðavanda og biðlistum í heilbrigðiskerfinu og í velferðarkerfinu. Við viljum áfram opinbert en þjónustumiðað heilbrigðiskerfi með fjölbreyttu rekstrarformi. Og við verðum að horfa bæði til líkamlegrar og andlegrar velferðar fólksins í landinu. Við horfum til grænna hvata. Ísland á að vera í fremstu röð í umhverfismálum og baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Við verðum að taka stór skref strax og koma á hvötum þannig að þeir borga sem menga. Sjálfbær og ábyrg umgengni náttúruauðlindir þar sem að náttúruvernd helst í hendur við nýtingu er lykillinn að grænni framtíð. Og öll mál eru umhverfismál. Viðreisn tala fyrir fjölbreyttum atvinnutækifærum allt land. Við viljum treysta blómlega og öfluga byggð sem er forsenda velsældar í íslensku samfélagi. Við viljum góðar og öruggar samgöngur, raforku og netöryggi og að sjálfsögðu er nýsköpun og örugg atvinna lykilorð í þeim tengslum. Við fáum vonandi hér tækifæri eftir til þess að skýra stefnu okkar betur en ég hveti ykkur til þess að setja X við sé ykkur á kjörstað. Takk fyrir það. Þá er komið að Jódísi frá Vinstri grænum. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð stendur fyrir róttæka vinstri stefnu, kvenfrelsi, umhverfis- og loftslagsmál og alþjóðlega friðarhyggju. Þessar stoðir eru alltumlykjandi í öllum okkar stefnumálum. Það hefur margt gott verið gert á síðasta kjörtímabili undir styrkri stjórn Katrínar Jakobsdóttur og langar mig að nefna sérstaklega þær löggjöf kynrænt sjálfræði, þungunarorlofslöggjöfina, lengingu fæðingarorlofs
og fyrstu fjármögnuðu aðgerðara áætlunina í loftslagsmálum. Við sem að búum hér í kjördæminu og kannski sérstaklega hér fyrir austan, við þekkjum þær áskoranir sem að aftur og aftur standa frammi fyrir okkur í upphafi hvers einasta kjörtímabils. Það búið að telja mikið af þessu upp. Samgöngurnar skipta okkur meginmáli og það eru mikil vonbrigði að ekki sé búið að bjóða út Axarveg. Það sama má segja að við þurfum að standa á bakvið Fjarðarheiðargöng og það eru mörg krefjandi verkefni í öllu kjördæminu í samgöngumálum sem að skipta miklu máli. Mér langar líka til að nefna mikilvægi almenningssamgangna, bæði út frá frelsi einstaklingsins til að ferðast innan, hvort sem það er innan sveitarfélags eða á milli landshluta, út frá loftslagsmálum og þeirri staðreynd að fleiri og fleiri velja það að geta ferðast með almenningssamgöngum og þess vegna verður að styrkja það kerfi mjög mikið. Við höfum leitt ríkisstjórn síðasta kjörtímabils og Katrín Jakobsdóttir er langvinsælasti ráðherrann og stærstur hluti þjóðarinnar óskar þess að hún verði áfram forsætisráðherra. Til þess að það geti orðið þarf auðvitað að kjósa Vinstri græn. Ég er að koma ný inn á þennan vettvang. Ég settist í sveitarstjórn Múlaþings fyrir ári síðan, algjörlega reynslulaus og í þeirri kosningabaráttu var því mikið haldið á lofti hvaða yrði nú örugg stjórn undir reynslumiklu fólki. Ég held ég hafi nú alveg svona náð að sanna það á þessu kjörtímabili að ég stend með mér, ég stend með fólkinu sem að kýs mig og ég stend með því sem að ég segi. Ég hef lagt mig fram að hlusta á íbúa sveitarfélagsins og núna undanfarnar vikur alls kjördæmisins og því að það skiptir máli að við erum aldrei rödd fyrir bara einn hóp, við erum að tala fyrir allt kjördæmið og nú er mjög mikilvægt tækifæri fyrir Austurland að eignast þingmann sem að mun standa með sinni heimabyggð. Takk. Já, þá eru aðeins 2 framsögumenn eftir. Næstur er Sigmundur Davíð frá Miðflokki. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundamenn, bæði hér í sal og heima. Ég ætla að nota mínúturnar mínar 3 í að ræða það hvers vegna ég er í stjórnmálum. Því það tengist þessum stað sem við erum á núna. Ég hef haft áhuga á stjórnmálum frá því mann eftir mér. En ég var löngu búinn að ákveða að ég færi aldrei í stjórnmál. Að ég var búinn að gefast upp á þeim. Ég taldi að flokkarnir væru hagsmunabandalög sem að lofuðu öllu mögulegu fyrir kosningar, eingöngu til þess að geta síðan myndað einhver bandalag að ná allavega 32 þingmönnum og komist í ráðherrastóla. Og svo bara lofuðu menn því sama í næstu kosningum þar á eftir. En svo var hópur fólks hér á Austurlandi sem að kallaði mig hingað á Egilsstaði og sannfærði mig það að það væri til fólk í flokksstarfi sem að væri raunverulega eingöngu að hugsa að gera samfélagið betra. Og þetta fólk sannfærði mig að það væri von fyrir stjórnmálin og ég lét til leiðast og fór í pólitík. Og oft hefur það verið skemmtilegt, ekki alltaf, stundum leiðinlegt, en ástæðan fyrir því að ég held áfram í stjórnmálum núna 12 árum seinna er svo að ég hef séð að það er hægt að ná breytingum. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf tvennt til að minnsta kosti. Það þarf lausnir og þær þarf auðvitað að mínum að byggja á skynsemishyggju, en það þarf líka stefnufestu. Viljan til þess að fara í gegnum allt mótlætið og allar hindranirnar sem mæta manni. Og ég hef séð að jafnvel í stærstu málum þá er það hægt. Það er hægt að ná mjög stórum breytingum sem skipta máli með þetta tvennt að leiðarljósi. Og nú fyrir þessar kosningar boðum við mjög stórar breytingar og tillögur, meðal annars og ekki hvað síst í byggðamálum,
sem byggjast á stefnu okkar fyrir kosningarnar 2017 með viðbótum, stefnu sem við köllum Ísland allt. Og snýst þessa nýju nálgun í byggðamálum að þora að fjárfesta í fólki og í landinu öllu. Því að það hefur ekki verið þannig fram að þessu. Það hefur verið ráðist í smá aðgerðir hér og þar í stað þess að treysta því að þið farðir í stór átak til að efla landið allt, þá muni allt vinna saman og það muni skila árangri fyrir Íslendinga alla og það er meginálgunin í stefnu okkar fyrir þessar kosningar. Við erum öll í þessu saman. En þá þarf að sýna það í stefnunni, stefnu sem virkar og það sem skiptir kannski ekki síður máli eins og ég nefndi hérna áðan, stefnu sem að menn treysta sér til að hrinda í framkvæmd og reiðjast í gegnum hindranirnar. Ég er fullur tilhlökkunar fyrir framhald þessari kosningabaráttu og ekki síður þess að hrinda stefnunni í framkvæmd. Takk fyrir það og þá er það síðasti framsögumaðurinn, það er Einar frá Pírötum. Gjörðu svo vel. Komið sæl, góðir fundargestir. Takk fyrir tækifæri til að koma hingað. Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum, ekki bara sem þjóð heldur sem jarðarbúar. Við Píratar viljum byggja betra samfélag fyrir okkur öll. Þess vegna verðum við að leggja áherslu á vellíðan, jafnvægi og velgengni. Framtíðin verður að byggjast upp á réttlæti og að við öll getum haft það gott. Það er oft sagt að fólk sé tregt til að fara út fyrir þægindarammann, breyta til og gera eitthvað nýtt. En er það farsælast fyrir okkur? Hvenær eigum við að taka slaginn? Hvenær verðum við að taka slaginn? Erum við sátt við að fjöldi fólks eigi erfitt með að ná endum saman og þurfa að neita sér heilbrigðisþjónustu? Geti ekki mætt óvæntum útgjöldum og þiggi mataraðstoð frá hjálparsamtökum? Eigum við kannski að taka slaginn og breyta þessu? Erum við sátt við að gríðarleg auðæfi safnist á hendur örfára einstaklinga og fjölskyldna á meðan margir eiga ekki málungi matar? Erum við sátt við að eldri borgarar búi sumir hverjir við fátæktarmörk, jafnvel undir þeim? Eigum við að taka slaginn? Við verðum að efla sveitarfélög þessa kjördæmis þannig að þau verði sjálfbær, að þau fái fleiri skattstofna, að íbúar þeirra njóti grunnþjónustu líkt og þeir eiga rétt á og að skapa aðstæður sem tryggja aukna nýsköpun og framleiðslu í heimahögum. Ljósleiðaravæðing er að sjálfsögðu forsenda öflugs og umhverfisvæns atvinnulífs líkt og betra afhendingaröryggi raforku. Það er nokkuð ljóst að ferðaþjónustan mun verða mikilvægur vaxtarbroddur atvinnulífs í þessu kjördæmi þegar að þetta fer nú allt í gang aftur. Við verðum að veita miklu fé til samgangna, ekki síst til gangnagerðar. Við þurfum að efla og markaðssetja flugvöllinn á Egilsstöðum enn frekar, þannig hér verði til alvöru gátt inn í landið, svo fátt eitt sé nefnt. Sumir gætu haldið því fram að Píratar eigi ekkert erindi upp á dekk hér slóðir, en við erum komin til að vera. Á ferðalögum okkar Austurland höfum við tekið eftir því að málflutningur okkar hittir í mark. Við skynjum að bændur og búalið, sjómenn og verkafólk, menntafólk og allskyns fólk er reiðubúið að takast á við framtíðina. En hvernig getum við tekist á við hana? Eigum við að reyna að halda aftur af henni með því að andæfa, með því að stíga á bremsuna, en hún kemur samt, framtíðin. Við skulum taka henni fagnandi, við skulum taka slaginn. Takk. Takk fyrir það. Þá hafa allir framsögumenn lokið máli sínu í bili, en þau komast nú fljótlega að aftur. Ég er að byrja hérna á þessum spurningum sem hafa fengið hvað mest vægi á netinu
og þið sem að sitja hérna í salnum megi kannski bara ég mun líta hérna yfir salinn annars slagið og gefa mér þannig merki svo ég viti ef það eru spurningar í salnum. En það ljóst að umhverfismál eru fólki hugleikin fyrir þessar kosningar, margir myndist auðvitað á það hér í framsögum sínum, en sú spurning sem með flest atkvæði núna inn á þessari spurningagátt sem að Austurfrétt með, hvernig ætlar þinn flokkur að efla friðlýst svæði á Austurlandi og í leiðinni fjölga ferðamönnum í landsfjórðungnum án mikils álags á náttúruna. Og það eru fleiri umhverfistengdar spurningar sem þið geti kannski svona aðeins grúpað þetta saman. Það til dæmis ein mjög opin bara umhverfismál, hvað ætlið þið að gera? Hver ykkar helstu áherslu atriði þar? Líneik Anna, þú ert sérstaklega spurt, þú getur kannski tekið það með inn í þitt svar, þú ert spurð út í hvort þú sért hlynnt friðun hálendisins og sá sem spyr tekur sérstaklega fram að hann ekki að spyrja afstöðu til frumvarps, heldur bara svona hver þín skoðun á þessu. Og svo langar mig að biðja ykkur í leiðinni þegar þið eru búin að svara svona þessum spurningum að þið segið okkur hver uppáhaldsstaðurinn ykkar á landinu, hvaða staður ykkur finnst vera fallegastur á landinu og í mestu uppáhaldi. Og mikrofóninn liggur nú þarna fyrir fram að þeim, Njáll, þannig að þú kannski byrjar, lætur hann ganga til Líneikar og ég fer síðan með hann niður á enda. Þannig að gjör svo vel. Hérna varðandi, varðandi friðlýsingar og ferðamenn, ég held að þetta verður nú alltaf að vinnast með heimamönnum, ef það eitthvað, ég myndi ekki tengja þetta beint þarna saman, sko. Hún svolítið leiðandi spurningin, en þetta þarf náttúrulega að vinnast með heimafólki ef það áhugi fyrir því, tengt ferðaþjónustunni, en ég vil að þetta sé unnið bara með heimafólki, það lykilatriði, ef við sjá okkur tækifæri í því, en spurningin leiðandi, það ljóst. Stærstu umhverfismálin og það sem við erum að leggja áherslu á sem loftslagsmálin og nýting á grænni orku, þannig háttað að við Íslendingar framleiðum helmingi meira heldur en land nr. 2 heiminn á hvert mannsbarn af grænni orku og reynda bara raforku almennt. Norðmenn eru í öðru sæti og landið í 3. og 4. sæti eru með svona 30% sem við Íslendingar framleiðum á hvert mannsbarn. Það sem við búum að einstöku tækifærum í Íslandi með okkar orka, vatnsafl og jarðvarmi græn orka. Síðan þurfum við að skoða bara, og það það sem kannski alveg eftir á Íslandi, hvernig við ætlum að spila þetta með vindorku eftir landsvæðum og slíkir þættir. Ég held að raunverulega okkar kjördæmi og sérstaklega norðausturhorn landsins, það séu mögulega stærstu tækifæri bara í mjög langa tíma sem hafa komið upp varðandi græna orku. Við tölum rafeldsneyti sem eitt dæmi. Við þekkjum Parísarsamkomulagið varðandi 2030 og Evrópusambandið komið sitt. Stóru þjóðirnar eru búin að leggja línurnar hvernig við viljum hafa þetta. Það skapar stóru og mikið tækifæri fyrir Íslendinga. Þannig að við erum að tala atvinnusköpun og verðmætasköpun. Þetta er bara hluti af orkuskiptunum. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á græna orkubyltingu. Ég vil að gefa ykkur svona rétt rúma mínútu í að svara, hann nú komin bara með góðan tíma. Já. Og þú voru að segja mér líka hver fallegasti staðurinn á landinu. Jökulsárgljúfur. Já, takk fyrir það. Gjörðu svo vel, Jakob. Já, ég held að við þurfum að marka okkur skýra reglur varðandi hinn friðlýstu svæði og við þurfum að horfast í augu við að ferðaþjónustan komin til að vera. Hún ekkert að koma aftur, hún komin aftur allavega hingað á Egilsstaði með þeim hætti að það ekkert einasta laust hótelherbyggi, það allt fullt alls staðar og það gleðiefni því að hér mikið að sjá. Og ég ætla að læða inn uppáhalds staðnum mínu núna því að það Borgarfjörður eystra sem að mér finnst þar sem borg og Borghildur álfadrottning í fyrirrúmi. Ég fer þarna eins oft og ég get. En ég stofnandi Græna hersins sem var stofnaður á 10. áratugnum, cirka svona kannski 6 mánuðum undan vinstri hreyfingunni sem að síðan kallaði sig Grænt framboð og nú tala allir grænt og grænt. Við tölum ekki mikið það sem við erum að gera í Græna hernum, við framkvæmum það, við erum búin að fjalla yfir 20 tonn að jafnarusli þessu ári, við erum stöðugt að planta trjám og núna tómasarlundum sem geðrækt og skórækt í einum vöndli. Þetta nátengt flokki fólksins og þeirri stefnu allri og þetta þetta í fyrirrúmi núna hjá öllum að loftslagsváin, hún þolir ekki við horfum burt frá henni. Við erum ekki fylgjandi hálendist þjóðgarði og þeirri stofnanavæðingu sem því fylgir, því það þýðir gjaldtöku og við erum málsvarar þeirra sem minnst hafa milli handa. Þeir hafa kannski ekki efni á grænum rafmagnsbílum
og við viljum ekki græna skatta á þá sem minnst hafa milli handa heldur. En við horfum til þess að hér verður orkubylting í samgöngum, bæði í bílum, á sjó og í lofti áður en langt líður. Skulum láta okkur hlakka til þess og við skulum halda þessu öllu til haga að við erum að mörguleyti á réttri leið og sennilega framar ýmsum þjóðum sem við berum okkur saman við. Takk fyrir það. Þá komið að Björgvini, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir þetta með þjóðgarðinn. Ég ekkert voðalega hrifinn af hálendisþjóðgarð. Þetta þarf að vinnast alveg með heimamönnum. Þeir vita best hvernig á að umgangast náttúruna og hafa gert það aldir. Þannig að ég treysti heimafólki til þess að leysa úr þeim málum. Varðandi umhverfismál og græna orku að við erum mjög fylgjandi öllum svona góðri umgengni náttúruna og þessum plastmengun og öllu því, það þarf að taka á þeim málum. En svo það eitt sem í sambandi við orkuskiptin, það síldarverksmiðjan á Neskaupstað sem ekkert hefur verið talað um. Þeir eru búin að gera alveg stór átak í orkuskiptum varðandi landramagn borð í skipin sín og voru að ljúka því núna bara fyrir hálfu mánuði síðan að tengja Vilhelm Baldursson og notuðu rafmagn við löndunina. Þegar þeir eru búin að setja landramagn í öll sín skip, þá sparar það þjóðarbúinu 300.000 lítra af olíu. Gerir aðri betur og þeir eiga þakki skilið þarna í síldarverksmiðjunni. Takk fyrir. Heyrðu, þú verður að segja okkur frá fallegasta staðnum líka. Fallegasta staðnum á Íslandi. Hver fallegasti staðurinn? Fallegasti staðurinn, já. Ég ók frá Raufarhöfn gegnum Kópasker og fór Kelduhverfið á leið til Húsavíkur. Mikið svakalega var Kelduhverfið fallegt svæði. Takk fyrir. Takk fyrir það. Líneik, gjörðu svo vel. Já, ef ég byrja bara aðeins á umhverfismálunum og fara þá aðeins í kosningastefnu flokksins, að þar áherslan á nýsköpun við lausn loftslagsmála og orkuskipti í samgöngum og fjölbreytta orkuöflun, bara vind, vatn og jarðhita, og síðan eflingu hringrásarhagkerfisins. En hringrásarhagkerfi getum við sagt að sé einhvers konar samvinna gegn sóun, þar sem margir þurfa að vinna saman að því að endurnýta og ekki síst viljum við horfa til þess að nota lífrænt efni til uppgræðslu og slíkra hluta, og þá erum við líka með kosningastefnunni markvissa landnýtingu þannig að hún sé lausn á loftslagsmálum, en við þurfum ekki að líta á hana sem vanda og það eru fjölbreyttar leiðir til þess og það hægt að samræma mörg markmið landbúnaðar og landnýtingar þannig að svo verði. En þá að friðlýsingunni og fyrst varðandi svæði á Austurlandi, þá finnst mér mjög mikilvægt að auka samvinnu eða flytja verkefnin rauninni til heimamanna. Þannig að það sem að ríki kemur að því að umsjón svæða, að þá sé það gert í samvinnu við heimamenn, þannig að heimamenn rauninni taki að sér verkefnin. Gott dæmi það friðlýsing Stórurðar, þar sem ferðafélag Fljótsdalshérað fer með landvörsluna. Og það má hugsa sér allavega þannig verkefni þar sem félög eða íbúar á svæðinu taka verkefni að sér, til dæmis bændur. Og þá það hálendið. Ég hef lært mikið af vinnu síðustu 4 ára í kringum hálendis þjóðgarð og niðurstaða mín eftir þá vinnu að það eigi ekki við að fara með að nota eina leið, friðlýsa allt hálendið, heldur þarf að horfa á hvert landsvæði fyrir sig. Sumt getur átt við að friðlýsa og það raunar stór hluti náttúrulega inn í Vatnajökulsþjóðgarði nú þegar. Annað þarf að taka umræðu við heimamenn og engin ástæða til þess að friða það allt. Og hver fallegasti staðurinn? Það náttúrulega Stórurð og allstaðar það sem sést til Dyrfjalla, alla hringinn. Akkurat, heyrðu, þá
Þetta nú bara dagskrárhugmynd. Hefði ég vitað að Steingrímur J. forseta Alþingis hérna í salnum, þá hefði ég nú látið setja palla upp og einhvers konar svona púlt þannig að hann geti fylgst með úr og þessari málfundaæfingu. Þá sagði menn betur hverjir eru fit for the job. Já, þetta vannýtt tækifæri, það rétt. Já, Steingrímur segist alltaf að gefa einhvern og eftir. Þetta verður list úr þessu. Heyrðu, gjörðu svo vel, Einar, yfir til þín. Já, takk fyrir það. Ef við byrjum á friðlýsingu á Austurlandi og fjölgun ferðamanna inn í fjórðunginn, það augljóst að við þurfum að gera þessar friðlýsingar í samstarfi við heimafólk. Það þarf auðvitað að huga vel að stígagerð, merkja leiðir og annað slíkt, gönguleiðir, nú og landvörslu. Hvað ferðamenn hér, fjölgun ferðamanna viðkemur, þá náttúrulega er það ansi merkilegt á sama tíma og 20 milljarðar varið í uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli, þá verið þá tíndir til einhverjir smáaurar til þess að byggja upp hér flugvellin hér á Egilsstöðum. Það er náttúrulega alveg galið. Hvað hálendisþjóðgarð varðar, þá vil ég benda á prýðilega grein Hrafndísar Báru Einarsdóttur sem að skipar annað sætið á lista okkar Pírata hér í þessu kjördæmi. Hún er frá Hrafnkelsdal, skýtur hreindýr í frístundum. Þar einmitt bendur hún á í þessari grein sem birtist í Austurfrétt og Austurglugga, ef ég man rétt, að það skiptir máli hvernig að svona þjóðgarði er staðið. Þetta á ekki að verða einhver stofnun í Reykjavík, þetta á að verða einhvers konar batteri sem er náttúrulega fyrst og fremst stýrt af og í heimamönnum og í það minnsta í mikilli samvinnu við þá. Það eru heimamenn sem eiga að stofna og stýra þjóðgörðum. Fallegasti staðurinn, þegar að Þorlákur í Vogum var jarðsunginn blessaður í lok árs 2009 í Mývatnssveit, þá var 17 stiga frost, hvítt yfir, logn, stilla. Ég hef aldrei nokkuð tíman upplifað aðra eins fegurð. Takk. Takk fyrir það. Sigmundur, þá tekur þú við, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fyrst varðandi loftslagsmálin. Stærsta framlag Íslands til loftslagsmála heimsins er Kárahnjúkavirkjun og álverið í Reyðarfirði. Og það er mjög undarlegt þegar er kallað eftir aukinni umhverfisvænni orku að menn skuli áfram á sama tíma tala svona illa stærsta framlag okkar í þeim efnum. Þess að við þurfum að framleiða sem mest á Íslandi. Það er það besta sem við getum gert til að takast á við loftslagsvá, það er að framleiða sem mest með innlendri umhverfisvænni orku. Og varðandi hálendisþjóðgarðinn, þá finnst mann auðvitað augljóst að það er að leysa öll slík mál og friðlýsingar í samráði við heimamenn, en þannig hefur það ekki verið. En ég er ánægður að heyra stjórnarflokkana núna, hvern á eftir öðrum, reyndar ekki Vinstri græn, snúast gegn þessari nálgun sem að þeir þó settu í stjórnarsáttmála. Þeir áttu fulltrúa í undirbúningsnefndinni, þeir samþykktu í ríkisstjórn og þeir samþykktu í þingflokkunum og þeir greiddu atkvæði með í þingsal. En ef menn eru búin að átta sig á því að þetta hafi verið röng leið, þá verð ég manna fyrstur til að fagna því. Í þessum náttúruverndar- og umhverfismálum þurfum við fyrst og fremst að setja hlutina í samhengi, en það er oft skortur á því í pólitíkinni. Já, og fallegasti staðurinn. Ég held að sé nánast óumdeilt meðal Íslendinga og reyndar erlendra gesta líka að ef þetta snerist kjördæmi, þá sé langfallegasta kjördæmi Norðausturkjördæmi, en ég verð að vera heiðarlegur, þannig að ef ég á að velja einn afmarkaðan stað, þá kemur upp nostalgían frá því ég var með afa í sveitinni sem var Reykhólasveit. Þannig að ég nefni hana hér þótt að sé utan kjördæmis. Já, takk fyrir. Það vissar að hafa heiðarleikann á vopni, við verðum bara að gera það. Gjörðu svo vel, Jódís. Takk. Mér langar að byrja á því að þakka Jakobi Frímanni fyrir að hafa fundið upp umhverfisverndina á 10. áratugnum og síðan langar mig bara að tala stefnu VG í loftslagsmálum. Hún er útfærð stefna í orkuskiptum, bæði fyrir samgöngurnar og flotann. Við viljum stöðugt endurskoða markmiðin og við viljum hækka þau.
Það er svo langt mál að tala um þetta, en ég held að stefnan okkar er rosalega skýr þarna og við viljum vera róttæk í loftslagsmálunum. Ég verð að fá að tala um hálendisþjóðgarðinn. Þetta er búið að vera frábær umræða og mér heyrist allir flokkar vera bara á einu máli sem að ég fagna gríðarlega, að það beri að hlusta á nærsamfélag og heimamenn, af því ég hef ekki heyrt þá umræðu í tengslu við laxeldi eða vindmyllur og mér finnst þá gott að við gerum það bara alltaf. Í öðru lagi þá langar mig að benda á það að varðandi hálendisþjóðgarðinn og þessa ágætu grein sem að hann nefndi hér áðan, það eru 55 ársverk í Vatnajökulsþjóðgarði. Það eru 4,5 stöðugildi í Reykjavík. Restin er í nærsamfélaginu. Öll uppbygging sem á sér stað innan svæðana er unnin af verktökum og fólki á svæðinu. Það er engin stofnun eins og Vatnajökulsþjóðgarður á Íslandi sem er eins lýðræðislega skipulögð. Og að því að minnst á frumvarpið hálendisþjóðgarð, þá byggir það fyrst og fremst á frumvarpinu Vatnajökulsþjóðgarð. Takk. En þú ætlar að segja okkur fallegasta staðinn? Það þarf nú ekkert að segja það, Fellabær. Það er ekki leitar ekki langt yfir skamt. Það eru fellbæingar í salnum. Gjörðu svo vel, Eiríkur. Já, takk fyrir það. Fyrst að umhverfismálunum, ég kom nú aðeins inn á þetta í ávarpi mínu hérna í upphafi, en við tölum fyrir grænum hvötum í umhverfismálum og við tölum einnig eins og reynda fleiri hérna inni varðandi hringrásarhagkerfið vegna þess að við þekkjum það nú mjög vel hérna í þessu kjördæmi og ekki síst hérna á Austurlandi varðandi flokkun og endurnýtingu og það er horft til svæðisins úr öðrum landshlutum hvað við höfum verið framsækin hér á þessu svæði varðandi slíka hluti. Þannig að það er bara til fyrirmyndar. Og við tölum að sjálfsögðu fyrir sjálfbærni, en það sem að mér finnst mest vert, það er að við ekki bara hlustum á heimamenn, heldur hlustum á unga fólkið. Það er gríðarlega mikilvægt og ég hef lært mjög mikið af því að umgangast ungt fólk núna í þessari kosningabaráttu og fá að hlusta á það hvernig þau sjá fyrir sér framtíðina. Þannig að tökum þau til fyrirmyndar og nýtum okkur þeirra þekkingu og reynslu og ekki síður þeirra sýn á þessu hluti. Varðandi loftslagsmálin að þá segi ég bara einfaldlega sýnum ábyrgð og við erum með mjög skýra stefnu varðandi það. Ég ætla ekki að fara tíundanar hér frekar, ég fæ ekki nægan tíma til þess. Varðandi friðlýsingar að þá bara eins og fleiri sem hafa talað hér að þá er þetta mjög mikilvægt að eiga samráð við heimamenn. Enda var ég svo heppinn á sínum tíma sem bæjarstjóri hér á Fljótsdalshéraði að vera í undirbúningshópi að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og sat í fyrstu stjórninni og það var gríðarlegt samráð sem var haft við hagsmunaaðila. Það var ekki alltaf létt og það var ekki alltaf auðvelt en það er gríðarlega mikilvægt að eiga þetta samráð. Og við leggjum til að varðandi framhaldið á þessu að þá gerum við úttekt á þeirri stöðu sem er á þjóðgarðinum í dag og byggjum í rauninni framhaldið á þeirri úttekt. Nú þarf ég að fá fallegasta staðinn. Fallegasti staðurinn, hann er að sjálfsögðu í þessu kjördæmi en ég var að sjá hann í fyrsta skipti núna í sumar og það er Stuðlagilið. Gríðarlega fallegur staður. Ég veit að þið eru öll búin að koma þangað. Takk fyrir það, Hilda, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég tel að það séu gríðarleg tækifæri til þess að byggja upp þjóðgarða á Íslandi. Þar sem við getum bæði horft til verndunar, náttúrunnar og ferðamennsku. Ég hef harmað það eiginlega hvað okkur hefur gengið illa með þá yfirskrift sem við höfum mörg heyrt í orðræðunni sem er að dreifa ferðamönnum land allt. Sem dæmi það þá var nú farið af stað í vetur með verkefni sem heitir Vörður. Það er að byggja upp ferðamannastaði. Þeir fyrstu 4 ferðamannastaði sem voru valdir voru allir á Suðurlandi. Þetta hefði ég viljað sjá öðruvísi ef raunverulegur vilji er til þess að dreifa ferðamönnum landið. Ég hefði líka viljað sjá stórauki fjármagn í markaðssetningu á ferðamannastöðum og áfangastöðum vegna þess að þó að við berjumst að sjálfsögðu fyrir millilandaflugvöll Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll sem ég held að vinni ákaflega vel saman og skipti máli að báðir verði til, að þá gleymum við ekki því að þegar við erum að ferðast til útlanda að þá erum við ekki að reyna að finna flottasta flugvöllin. Við erum að fara á einhvern áfangastað, við erum ekki að fara að heimsækja flugvöll. Þannig að þetta tel ég að skipti gríðarlegu máli
og við eigum ekki að vera svona hrædd við til dæmis það að friða og horfa til náttúrunar vegna þess að við getum stórgrætt bæði í merkingu atvinnulífs og fyrir verndun náttúrunar. Varðandi loftslagsmálin þá höfum við í Samfylkingunni kynnt 50 alvöru aðgerðir í loftslagsmálum en hér langar mig að nefna einn punkt sem ég ekki viss að ég hefi séð víða og það mikilvægi þess að horfa til loftslagsmála í tengslum við að það sé tekið tillit til eðli ólíkra byggða landsins. Ég sit í samráðshópi og samráðsvettvangi sveitarstjórnarmanna á EFTA-landana og ríkjana og við ræðum þar mjög mikið það sem kallað hjá Evrópusambandinu sanngjörn umskipti í loftslagsmálum vegna þess að ég hef gríðarlegar áhyggjur af því að við þurfum sameiginlega, hvort sem það allir sem eru hér eða annar staðar, að horfa til þess að það getur auðvitað verið kostnaðarsamara per íbúa að fara í sanngjörn orkuskipti, hvort sem að það í rafvæðingu hafna og annað á minni stöðum og ég hvet okkur öll til þess að hafa þetta bak við eyrað og ég á erfitt með að velja á milli Ásbyrgi og Stórurðar. Takk. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, eitt af grunnatriðum í okkar stefnu valdefling byggðanna, pólitískt efnahagslega og náttúrulega auðvitað sjálfsákvörðunarréttar þeirra. Við höfum talað fyrir íbúaþingum og við getum ímyndað okkur að stærri ákvarðanir verði teknar á íbúaþingum sem eru slembivalið inn á það. En hvað varðar að ná tökum á loftslagsvandanum að þá hér ákveðið grunnatriði sem enginn minnist á. Að það samfélagsformið sem við lifum í. Að það alveg óboðslega erfitt og nánast ómögulegt að takast á við umhverfisvandann á þess að breyta því grunnatriði í samfélaginu okkar að samfélagið rekið út af skyndigróða. Að allt stillt inn í það að hámarksgróði náist á sinn styrstum tíma og slík innrétting alveg gjörsamlega vonlaus ef þú ætlar að gera langtíma áætlanir sem eiga að virka. Við getum tekið sem dæmi lög hringrásarhagkerfi, óboðslega flott nafn, hringrásarhagkerfi. Lögin eru bitlaus og síðan eru sægreifarnir undanskildir. Þeir þurfa ekki að gæta sín gagnvart þessum lögum og auðvitað náttúrulega þetta handónýtt og ástæðan þessi. Nú, hvað var það friðlýst svæði? Þá þurfum við að gæta að samhæfingu eins og grunnatriði hérna í okkar stefnu að hugsa málin heildstætt. Að því tek sem dæmi við þurfum að græða upp landið. Við losum meira en tvisvar sinnum meira kolefni en Svíar og góð sneið af því komin vegna þess að víðerni okkar eru ógróin á svo svakalega stórum geira og við verðum að Nú þarf ég aðeins að fara að reka á eftir þér. Já, að gera átök, þetta í stór átök og þetta þarf að vinna saman. Og stór verkefni, almennt séð, eru best komin á og unnin á félagslegan hátt í nær umhverfi. Hver fallegasti staðurinn? Ég sé nú fegurðin allstaðar þar sem ég fer og það kannski má segja að fegursti staðurinn þar sem ég í hvert skipti, þannig ég segi bara hugstalaust Egilsstaðir. Hefur það þá með þig sjálfan að gera það sé fegursti staðurinn? Já, ég sé fegurð allstaðar. Já, meina það. Heyriði, þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Það önnur spurning hérna sem hefur komið mjög sterkt í gegn á netinu. Ég ætla að taka hana áður en að við förum í spurningu sem búið að biðja hérna á salnum. Það varðandi flugvallamál. Það nú sérstaklega beint í þín, Njáll Trausti, að af hverju leggur þú til að Akureyrarflugvöllur verði útstöð fyrir þyrlu Landhelgisgæslunnar en ekki Egilsstaðaflugvöllur sem hefur þótt betri valkostur hingað til og eins verið að spyrja bara svona almennt hvernig ætlið þið að tryggja millilandaflug frá Egilsstaðaflugvelli og það greinilega nú kemur svona aðeins fram ákveðin togstreita í kjördæminu sem með auðvitað 2 millilandaflugvelli að því að mann spyrja ekki erfitt að hafa Akureyrarvöll í sama kjördæmi með sína potara eins og þetta orðað hér á netinu. Þannig að ég að hugsa að leyfa þér, Njáll Trausti, að byrja þessi beint svona sérstaklega til þín
og svo kannski bara fáum við að ganga núna í hinna áttina með mikrofónin. Já, ástæðan fyrir varðandi þyrlukost gæslunar, þetta kom náttúrulega umræða sem kom þegar var einungis hægt að koma 2 þyrlum fyrir í svo litla skýli á Reykjavíkurflugvelli. Það tókst nú að lokum að fá að byggja meira. En þetta náttúrulega stórt mál fyrir þetta landsvæði að auka þetta, sem sagt, að geta komið í neyð og í björgun á þessu svæði. Ég skrifaði, ég geti bara googlað það, sjúkraflug á Íslandi í Njáll Trausti. Þá sjáum við kort sem ég gerði 2015 eða 2016, fyrir árið 2015. Þá sjáum við hvar björgunarsveit Landhelgisgæslunnar hefur sótt sjúklinga eða slys á landinu. Og austurhluta landsins öllum eru 4 sinnum á móti svona 150-60 sinnum á vesturhluta landsins. Ástæðan fyrir staðsetningun Akureyri, hún bara praktísk. Kannski væri Þórshöfn í sjálfu sér besti staður en við værum að hugsa varðandi sjó, það vera með bara akkúrat hinum megin. En þetta þannig að læknar á sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilsustofnun Norðurlands sjá sjúkraflugið með mýflugi sem að sinna sjúkraflugi í landinu. Það bara sérstök sveit þetta, þannig að það ákveðin praktík í því. Það ákveðin praktík í því að það eru svona 10-15 flugvirkjar sem vinna nú þegar á Akureyrarflugvelli. Það bara fyrirtæki að sinna þyrlum í dag. Það ákveðin praktík í því að það búa flugstjórar hjá Gæslunni á þyrlunum í Eyjafirði nú þegar. Þetta bara praktískt eðlis að mannskapur til að manna og sinna viðhaldi, þessi innviðir eru til staðar nú þegar. Það þyrfti að gera svo lítið. Það meira flækjustig á Þórshöfn sem ef við varum að hugsa sjóinn og þetta kannski að sama líka, það eru fjarlægðirnar frá eins og með sjúkraflugi, ákveðið staðsetningin á sínum tíma með sjúkraflugi það eru styðstu leiðirnar yfir til að þekja landið og það nákvæmlega sama mjög stutt leiðin á hálendið í stóru myndinni inn af Eyjafirði. En þetta praktískt bara með mannskap. Varðandi flugvellina, þá nú talað og skrifa mjög mikið þessa 4 alþjóðaflugvelli á Íslandi. Það var hluti af skýrslu sem með skosku leiðina og það sem var að vinna í og varðandi flugvellakostin. Þegar gegna allir miklu hlutverki og þeir eru 3 fyrir Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðir, við þurfum að öllum að halda. Við erum bara að byggja upp og nýta stærstu flugvelli landsins fyrir varaflugvelli, það sem áætlunarflug. Það þarf að kosta litlu minna til og þetta bara, og við erum að halda áfram að byggja þetta upp. Ég hef líka skrifað uppbyggingu Egilsstaðaflugvalla, langa skýrslur og Akureyri og langa greinar. Þetta googla það líka hvað áhersluatriði. Ég lagði áherslu hérna í kjördæmaviku í febrúar 2018 að það er unnið skýrsla fyrir Egilsstaðaflugvöll, að landshlutasamtökin hér myndu leiða þá vinnu og taka fram helstu punkta framkvæmda og kostnaðaráætlun. Þannig bara beðin að svara mjög risastóru spurningu sem ofboðslega stór og fólk þarf að kynna sig vel til að ná utan umfang spurningarinnar. Ég legði mikla áherslu á hlöðin vegna atvinnulífs á þessu svæði út af möguleikum með laxeldi og ferskum fiski að flytja út að þegar ég leggja áherslu á það hér og síðan bara geta með það flett upp á netinu þessar áherslur sem eru í 6-7 atriðum helstu sem snúa Egilsstaðaflugvelli. Ég neita því að ég sé eitthvað sérstakur potari fyrir Akureyrarflugvöll, þannig að við skulum bara líta á skrifin og skoða hvað ég er búin að skrifa í umtalsvert langan tíma. Meðal annars skrifaði í 2005 skýrslu millilandaflug frá Norðurlandi og Austurlandi sem við geta líka þá flett upp á netinu. Takk fyrir það. Kannski spyrði í leiðinni og ykkur öll þegar þið talið flugvöllin, þá tilvalið að fá að vita hvort þið séu flughrædd eða ekki. Þú voru að segja okkur það áður og... Nei, ég er ekki flughræddur. Þú ert ekki flughræddur. Haraldur, þá er þú næstur að segja okkur hvað þú sér fyrir þér varðandi til dæmis Egilsstaðaflugvöll. Já, Sjálfstæðisflokkurinn þarf líka til önnur 80 ár í stjórn til þess að framkvæma þetta. En ég myndi eftir ekki í huga að skrökka af ykkur að ég hafi einhverja djúpa þekkingu á þessum málum. Ég nýr í framboði og ég fyrir nýjan flokk og ég hef það einfaldlega ekki. En almennt séð að þá þarf að samhæfa samgöngur, hvort sem það er flug, ferjur eða vegir, þannig þeir virki vel saman og þessar framkvæmdir eiga að okkar mati að vera félagslegar, kostaðar af ríkinu og þarna ókeypis eða eins ódýrar og mögulegt er fyrir landsmenn. Ertu flughræddur? Nei.
Takk fyrir. Ég tel gríðarlega mikilvægt að sérstaklega við þessi 21% landsmanna sem býr utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar stöndum saman. Ég á því og hef talað mikið fyrir því að bæði verði uppbygging á flugvelli á Egilsstöðum og Akureyri, bæði vegna þess að það skynsamlegt að við ætlum raunverulega að dreifa ferðamönnum land allt og tryggja þá upp áfangastaði sem verða ekkit endilega á Akureyri eða Egilsstöðum því það eru gáttirnar inn í landið og við þurfum fleiri gáttir inn í landið. Mér finnst ekki þetta vera raunveruleg ákvörðun þegar við horfum fram á mögulega 150 milljarða uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og 600 milljónir í uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli. Ofanálag koma þessar 4 vörður, allar á Suðurlandi og svo leyfi ég mér að efast að markaðsféð sé sett í áfangastaði sem eru víðar landið. Ég vil fagna einmitt skosku leiðinni og vil nefna það einmitt að því að hún Jóna Árný sem vinnur hjá Austurbrú fór á stað ásamt fleirum með þetta mál og landshlutasamtökin öll sammæltust þetta utan höfuðborgarsvæðisins þar sem heimamenn og við komum að málum og mér fannst þetta mikill sigur landshlutasamtakanna og þingmanna kjördæmisins því að þessi samstaða og samvinna þegar við náum sameiginlega einhverju sýn og stöndum saman sem eitt lið, þá náum við fram breytingum. Og mér finnst þetta einmitt svo gott dæmi það. Við verðum að gera þetta markvisst. Já, voru að Guð, hvað er mikið skemmtilegt að segja, en yfirleitt ekki flughrædd. Nei, takk. Já, takk kærlega fyrir þessa spurningu. Ég líklega einn af þeim fáu hérna við borðið sem hef nú komið af uppbyggingu á báðum þessum flugvöllum og þegar ég var bæjarstjóri hér þá fórum við í stækkunin á flugstöðinni hér á Egilsstöðum og svo undirbúningnum að stækkunin á flugstöðinni á Akureyri. Þegar maður sótti í rauninni stuðning ríkisvaldsins til þessara uppbyggingar þá var, eins og ég lýsti hérna í erindi mínu áðan, var þetta endalaus barningur. Það var aldrei skilningur fyrir því í rauninni hvað þyrfti að gera hérna á þessu svæði. Við vorum í gríðarlegri uppbyggingu hérna í kringum Kárahnjúkaframkvæmdirnar en það var ekki fyrir undir lok framkvæmdanna sem við fengum svo loksins stækkunin á flugstöðinni. Þetta var skilningur ríkisvaldsins á því sem þurfti að gera hér í uppbyggingu innviða. Þannig að máli snýst í raun það að í rauninni þessa velli þarf að efla og styrkja en það þarf líka að efla samstarfið á milli þessara valla og milli þessara svæða því það alveg nauðsynlegt að hafa báðar þessar gáttir inn í landið. Það sem mér finnst skorta á að það sé fjármagn til þess að markaðsetja þessa velli og það sé skilningur á því það þurfa að markaðsetja þessa velli. Því það eru allt og lítið fjármagn runnið út á landsbyggðirnar og í þetta kjördæmi til þess að geta staðið undir því. Og ég bara beini orðum mínum þá til þá núverandi stjórnvalda sem að fara með þessi mál varðandi markaðssetninguna. Já, samstarf það sem ég sé fyrir mér í þessu. Mér langar aðeins að fá að minnast á þyrluna þó þyrluspurningin hafi ekki komið til mín að ég átti á sínum tíma fund með forstjóra Landhelgisgæslunnar einmitt að koma þyrlu á á Egilsstöðum og þá mætti maður mikilli andstöðu í rauninni innan frá Landhelgisgæslunni það að koma þyrlunni hingað. Þannig að þegar við erum að berjast fyrir því að fá eitthvað til okkar þá þetta andstaðan líka innan kerfisins og það það sem við viljum breyta í Viðreisn. Það það í rauninni að kerfið sé fyrir fólkið en ekki fyrir sig sjálft. Hvort ég sé flughræddur? Nei, það hef ég aldrei verið. Takk fyrir það, Jódís. Takk. Ég held að framtíðarsýnin, þá mikilvægt að horfa á þessa 2 flugvelli, ef ég byrja á því, út frá ólíkum aðstæðum. Sjúkrahúsið á Akureyri auðvitað svolítill punktur í öllu kjördæminu. Það stórt sjúkrahús, það varasjúkrahús Landspítala. Ég sé bæði út frá ferðaþjónustu, atvinnuuppbyggingu en ekki síst út frá sjúkrahúsinu. Þá verður að tryggja innviði þar. En hér erum við að horfa á kannski dálítið aðra þætti. Hér nauðsynlegt að fara í uppbyggingu. Ég fekk mjög góða kynningu hjá Ísafía af framtíðar áformum þar og við erum að horfa til útflutnings úr fjórðungnum eins og kom hérna fram á laxi og öðrum vörum.
Þannig að það er virkilega mikilvægt að standa vörð þessa vinnu og halda áfram á sömu braut. Ég held nú kannski að stærsta áskorun fyrir Egilsstaðaflugu geti nú að vera á samningu við Gunnar Jónsson félaga minn, þannig að við skulum bara sjá hvernig það fer að lengra en haldið. En ég er ekki flughrædd, en mér finnst óþægilegt pínu í lendingu. Takk fyrir það, Jódís. Gjörðu svo vel, Sigmundur. Takk fyrir. Já, við höfum orðið fyrir vonbrigðum varðandi báða þessa flugvelli á kjörtímabilinu. Stór fyrirheit hafa verið gefin, ekki hvað síst varðandi Egilsstaðaflugvöll, sem hafa svo ekki gengið eftir, nema það breyttist í einhvers konar neyðarráðstafanir til þess að fara í lagfæringar sem voru löngu tímabærar í stað þess að byggja upp og bæta við. En þetta mun ekkert gerast og menn eflaust sé að margir að lofa þessu núna aftur fyrir þessar kosningar, nema því sé fylgt eftir gagnvart kerfinu sem ekkert endilega, svona samkvæmt reynslu minni, sérstaklega hrifið af þessari nálgun sem að við getum væntanlega öll hér verið sammála að sé mjög mikilvæg með fleiri gáttir inn í landið. Það mun þurfa að fylgja því í gegn og þegar við stofnuðum flugþróunarsjóðinn á sínum tíma, þá var það mjög mikilvægur liður í þessu, en þar líka finnst mér ekki hafa fylgt málinu nógu vel eftir, því það þarf að fylgja því eftir og það þarf beinlínis að veita til að byrja með stuðning, þannig að menn sjáu sér fært að fljúga til dæmis beint á Egilsstaði. Í upphafi þarf beina stuðning og við gerum nú annað eins fyrir ýmsa erlenda fjárfestingu, en þess að skila samfélaginu á endanum svo miklu verðmætara. En það vantar þessu eftirfylgni og að laga svona hluti eins og Ívar Ingimarsson bendir á í miðlunum ykkar núna að það þurfi bara að hækka eldsneytisverð í Keflavík 2 aura til að jafna eldsneytiskostnaðinn. Auðvitað á að laga þetta. Já, og hérna hræðslu, ég gaman að þessum hræðslupælingum mínum. Hann fær maður svona til þess að velta sjálfum sér fyrir sér. En þótt ég sé mjög lofthræddur, þá ég ekki mjög flughræddur, en það merkilega var að eftir að eignuðumst barn, þá jókst flughræðslan. Þannig að það merkileg sálfræði í þessum hræðslupælingum sem þú vekur upp hérna. Það gott að hafa hlutina svolítið áhugaverða. Gjörðu svo vel, Einar. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á því að lýsa því yfir að ég er ekki flughræddur og hef aldrei verið. Ég vil nú taka svo djúpt í árina að segja það að stofnun Isavia hafi verið ákveðið óheillaspor fyrir íslenska flugvelli og flugsamgöngur innanlands og til útlanda. Það innbyggður galli. Isavia má í raun ekki byggja upp aðra flugvelli en Keflavíkurflugvöll samkvæmt lögum sem að Isavia byggja, gilda segi ég, og nema þá bara með einhverjum eftir rekstrarsamningum og einhverjum slíkum þjónustusamningum en allt annað, öll uppbygging, hún kemur annar staðar frá og þetta á sér lagalegar ástæður en þarna einhvern veginn lentu allir hinir flugvellirnir milli skips og bryggju og það gildir þá alla. Hvað Egilsstaðaflugvöll varðar, þá hafa verið nefndar hér nefndir alls margir milljarðar sem að hafa einmitt lent á Keflavíkurflugvelli og verið notaðir í að byggja upp þar á meðan að lítið sem ekkert hefur hrotið niður af borðum, þessu gnægtarborði til flugvallana hér og annara. Það náttúrulega algjörlega óþolandi. Nú að auka millilandaflug og gera það að alvöru gátt hér á Egilsstöðum líka ákveðið umhverfisverndarmál vegna þess að með því gætum við kannski dregið úr jafnvel álagi á þá ferðamannastaði sem að fyrst verða fyrir valinu og næst aðalgáttin inn í landi, svo dæmis tekið. Nú, svo eitt sem að lokum, auðvitað náttúrulega myndi kannski eitthvað breytast með sameinuðu sveitarfélagi hér og almennt með sterkari byggðakjörnum. Það talað að Akureyri verða svona einhvers konar second city. Ég held að sameinað sveitarfélagi hér á Austurlandi, sem myndi að sjálfsögðu heita Austurríki, ætti að vera second half minnstakosti, en það nú annað handleikur. Takk. Takk fyrir.
Svo Líneik. Já, ef við byrja á flugvöllunum þá tek ég undir að varaflugvellinir, alþjóðaflugvellinir allir eru mikilvægir. Akureyri, Egilsstaður og Reykjavík þurfa allir að vera varaflugvellir og fullbúnir og ég held að sé styrkur ef við getum sótt fram fyrir þessa flugvelli saman. En það sem ég vil minna á og bæta við það sem fram er komið að við samþykkt samgönguáætlunar á þessu kjörtímabili þá var það ákveðið að alþjóðaflugið ætti að taka þátt í kostnaði við uppbyggingu varaflugvallana. Síðan bara í sama mánuði lagðist allt flug af vegna COVID. En ég mun beita mig fyrir því að þessu verði fylgt eftir núna að loknum COVID. Ég ekki, þó ég sé loftrædd, þá ég alls ekki flughrædd og ég sef iðulega í flugi og þá oft vandamáli þegar ég vakna og lent að ég veit ekki hvort ég á Egilsstöðum, Akureyri eða Reykjavík. Þannig það að hugsa mig lengi. En mér langar að gera athugasemd við eitt sem kom fram hérna í umræðu vernduð svæði og hálendið. Það greindi engin flokkur atkvæði með hálendisfrumvarpi í þingsal vegna þess að því var vísað frá. Og eftir ummæli Sigmundar hér áðan þá skil ég spurningarnar sem ég verið að fá á netinu síðustu daga. Og því komið til skila, þá það komið að næsta manni, Björgvin, gjörðu svo vel. Já, takk. Ásækið. Já, ég ætla að byrja á flugvöllunum líka. Og ef það á að byggja hérna upp alvöru ferðaþjónustu, þá verða báðir flugvöllirnir að vera bara alþjóða flugvöllir með öllum græjum, ekki bara varaflugvöllir. Þannig að þetta er mjög mikilvægt mál fyrir þetta hérað eða kjördæmi. En varðandi þyrlurnar, þá er það hjá okkur í Frjálslynda lýðræðisflokknum ein þyrla í hverjum landsfjórðungi. Það er ekki ákvörðun Landhelgisgæslunnar hvort þetta verði. Það er ákvörðun Landhelgisgæslunnar hvar þær verða staðsettar. Og það þarf þá bara að bæta við einni þyrlu. En svona frá mínu sjónarhorni að þá finnst mér Egilsstaðir vera réttari staðsetning fyrir þyrlu heldur en á Akureyri. Og þetta er svona bara að því ég er gamall björgunarsveitarmaður að þá finnst mér að þetta er rétti staðurinn. Og hérna varðandi flughræðsluna, nei, ég er óttalaus. Óttalugu kjáni kannski. Takk fyrir það. Jakob Frímann, þú slær botninn í þessa umræðu, gjörðu svo vel. Já, ég hef aldrei fundið fyrir flughræðslu sem betur fer. Ég vil að fá að taka smá myndlíkingu hérna við auðvitað víglínur íslenskra stjórnmála og samfélagsmála í, nánast heila öld mörkuðust af afstöðunni til sovjerska kommunismans ultimately sem var svo kallaði sósíalismi og svo bandarísks kapitalisma og það átökin snerust miklu leit þetta. Rússagríluna versus einhverja kapitalísku nýfrjálshyggjuna sem að menn sáu þá horn og klaufir hala með. Og maður heyrir enn þann dag í dag að það eru margir fastir í því að Sovjetmódelið hafi verið gott og ég hef fundið fyrir því og nú er ég að tala stjórnarmynstur sem að ég myndi allavega að vara við. Ég hef fundið fyrir því á mínum 10 ára ferli sem miðborgarstjóri Reykjavík hvernig áherslurnar breyttust. Allir sem að stunduðu viðskipti í miðborginni funduðu þetta og hafa kvarta hástöfum, hóteleigendur, verslunareigendur, veitingahúseigendur. Það á síðasta kjörtímabili og jafnvel næst síðasta óx einhvers konar andúð á viðskiptum. Og það kristallaðist best í svari formanns skipulagsráðs þess tíma við Brynjólf í Brynju, elstu búðinni við Laugaveginn, þegar var búið að þjarma svoleiðis að honum, loka öllum göngum og bílum og setta bekkir og blómapottar og hann fangaði manninn út á götu og sagði, hörðu, iðnaðarmennirnir komast ekki til mín lengur, það er búið að loka allt af hérna. Það var hort ískalt í augunum og sagt, þeir fara það bara eitthvað annað. Ég segi þetta vegna þess að það að reka flugvöll, alþjóðleg flugvöll, hvort sem það er hér eða annar staðar, er bara góður business. Og það á enginn að standa í vegi fyrir því að það verði til góður business af rekstri á alþjóðlegum flugvelli á Egilsstöðum. Allt sem þarf
er ótun eða potun, ef að Njáll Trausti allar rísandi slíku. Og ég segi, fyrir mína parta, ég er tilbúin í slíka ótun fyrir Egilsstaði. Því að það er góður business, framtíðarbúgreinin ferðaþjónustunum njóta góðs af því, laxeldi líka og við höfum bara hefja þá vegferð strax, ég er til. Takk fyrir það. Þá ætla ég að fara í spurningu úr sal. Gunnar, þú ert tilbúin að það ekki með mikrofón. Það er herramaður hér, ég ætla að biðja þig að kynna þig og gæta þess að þetta sé spurning, ekki neinn framsöguræða, og ef það er einhver sérstakur sem þú ætlar að beina hennar til eða sérstakir, þá tekur þú það fram, annars ef það er fyrir alla. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Ragnar Sverrisson, ég er með bara mjög einfalda spurningu, hún tengist fjármagnstekjuskatti. Ég langar að spyrja alla flokkana hvort þeir vilja gera breytingar á fjármagnstekjuskatti og þá er ég að tala hvort að þeir vilji að fjármagnseigendur borgi skatt til nær samfélagsins. Þar að segja, viljið þið að fjármagnseigendur borgi útsvar. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri rétt upp hönd sem ég hafi tekið eftir. Menn verða þá að hafa sig í frammi akkurat núna. Það er enginn að því, þannig að við tökum bara, gjörðu svo vel, það er önnur spurningunar. Þið nótir í hjá ykkur þar sem kemur að ekki. Komið sæl, Margrét heiti ég, Pétursdóttir. Mig langar að vita hvað ykkur hugnast að gera til þess að auka öryggi fæðandi kvenna á landsbyggðinni hér. Já, öryggi fæðandi kvenna. Þessi spurning er einmitt líka búin að koma hérna á netinu, þannig að það er sem sagt annars vegar fjármagnstekjuskattur og hins vegar öryggi fæðandi kvenna. Ég er svona að biðja þig að byrja núna, Eiríkur. Já, fyrst varðandi fjármagnstekjuskattinn að þá höfum við ekki svo sem tekið sérstaka afstöðu til hans sem slíks. En varðandi skattastefnuna þá erum við ekki talsmenn þess að auka skatta. Þegar við erum að tala skatta þá horfum við til hagrænna hvata í þeim og okkur finnst líka nauðsynlegt að því þú myndist á útsvarið að tekjur sveitarfélaga séu auknar með því að sveitarfélögin fái hærra hlutfall eða fái hlutfall úr fjármagnstekjuskattinum og öðrum gjöldum beint til sín svo þau geti nýtt tekjurnar til velferðar fyrir íbúana með beinum hætti. Þá er ég ekki, eins og ég segi hérna upp að við erum ekki að tala fyrir aukningu skatta, heldur einfaldlega að skipta sköttunum betur milli ríkis og sveitarfélaga. Því það er ömurleg, ég get bara sagt ömurleg vinna, ömurlegt starf að þurfa alltaf að fara að bónleið til ríkisins til þess að biðja alltaf um ykkur eins og maður sé alltaf að biðja um ykkur ölmusu þegar maður er að reka í rauninni þjónustuna fyrir íbúana. Þannig ég mæli með því að hlutfall, og það er það sem er í stefnun okkar, að hlutfall að skatttekjum ríkisins komi með skýrari hætti til sveitarfélaganna. Þetta er svona svarið mitt við fjármagnstekjuskattinum. Og ég svara bara strax hinni spurningunni. Varðandi öryggi og fæðingu kvenna. Þegar við bjuggum hér á sín tíma í hjónin að þá var kona mín ófrísk í 2 skipti og við sóttum í bæði skiptin suður til Reykjavíkur til þess að vera örugg það að lendi ekki í vandræðum með að komast á Norðfjörð. Við vorum heppin að vera í annað skipti í Reykjavík vegna þess að drengurinn kom á gamlárskvöld og þegar við fórum yfir veðurspána eða veðri eins og það var þá á gamlárskvöld 2009 það var ófært á Norðfjörð. Við höfum aldrei komist eða lagt af stað og sjálfsagt hefði drengurinn fæðst hérna einhvers staðar upp á Fagradal. Þannig að þetta öryggi er rauninni ekki gott eins og við höfum það í dag en leið og ég segi það þá höfum við átt hérna alveg gríðarlega gott fólk hér á Egilsstöðum og hérna á svæðinu sem er alltaf tilbúið til þess að koma til hjálpar eða til aðstoðar og á það höfum við treyst og sjálfsögðu sjúkraflutningafólk líka. En það er rosalega erfitt að búa í þessari stöðu og ég hef reynslu af því sjálfur. Takk fyrir. Jódís. Takk. Varðandi þrepaskipta
breytingu fjármagnstekjuskattsins. Sko við höfum auðvitað komið á kjörtímabilinu aftur á þrepaskiptu skattkerfi og það í okkar stefnu að slíkt eigi líka við fjármagnstekjuskatt og þá erum við að tala hærri prósentu. Þetta auðvitað þannig að fjármagnstekjuskatt skattur getur verið mjög mismunandi. Það getur verið einhver sem á litla íbúðir leigan út og svo getur það verið sem einhver veltir milljónum á mánuði í slíkar tekjur. Þannig að það þarf líka að horfa til þess hvað ræðir og stefna Vinstri grænna hefur alltaf verið sú að skatt leggja frekar tekju háa heldur en tekju lága. Varðandi hina spurninguna, ég hef búið hér mest alla ævi, ég á 4 börn, 2 fædd í Reykjavík, 1 á Akranesi, 1 á Akureyri. Það segir kannski svolítið stöðuna. Við eigum frábært sjúkrahús í Neskaupstað og þar mjög fært starfsfólk og mjög hlý og notaleg og yndisleg fæðingadeild en við glímum við sama vanda og í svo mörgu innan heilbrigðiskerfisins. Það mönnunarvandinn og að fá sérfræðinga til að vera á staðnum. Það ekki bara að setja peninga inn, það ekki svarið við öllu í heilbrigðiskerfinu að dæla inn meiri peningum. Vandinn miklu flóknari og það sem að ég hef kynnt mér núna undanfarnar vikur og í heimsóknum mínum bæði á Norðfjörð, á Akureyri og á heilsugæslurnar, mönnunarvandinn gríðarlega stór þáttur og ég held að við þurfum að horfa fyrst og fremst þangað til að efla fæðingaþjónustu á Austurlandi. Takk fyrir. Ég bið ykkur að endilega vera svolítið skorin orð því að við ætlum endilega að ná inn allavega einni spurningu áður en yfir lýkur. Ég skal reyna og ég veit að fundarstjóri vill ekki missa þetta í einhvað þref en ég þarf aðeins samt að fá að bregðast við að því ég vil ekki grípa fram í áðan þegar Líneik sagði nokkra hluti. En ég skal fyrir vikið svara bara mjög snöggt þessum spurningum sem kom úr sal. Já, mér finnst eðlilegt að sveitarfélögin geti kröfu til þess að fá hlutdeild í fjármagnstekjuskatti og varðandi öryggi fæðandi kvenna þá þetta eitt af því sem við tökum á alveg sérstaklega í þessari byggðastefnu okkar, Ísland allt og lítur að því að snúa við þeirri öfugþróun sem hefur verið hér í heilbrigðismálum í yfir 20 ár sem samþjöppunarstefnan að þjappa öllu saman í Reykjavík og helst bara við Hringbraut í Reykjavík. En ég lofa að stutta með þetta. Varðandi hálendisþjóðgarðinn, bara til þess að svara aðeins, svo þetta sé nú allt á hreinu. Þetta kemur fram í stjórnarsáttmála sem að ríkisstjórnin öll samþykkti og flokkarnir. Það var mynduð undirbúningsnefnd sem allir flokkarnir áttu hlut í, fulltrúa í, og ég man ekki betur en að Líneik hafi verið fulltrúi Framsóknarflokksins í þeirri undirbúningsnefnd sem bjó til frumvarpið. Ríkisstjórnin samþykkti málið, þingflokkar stjórnarflokkarna samþykktu málið, þeir töluðu fyrir því í þingsal og málið kom til atkvæða þegar var tillaga að vísa til ríkisstjórnarinnar. Til hvers? Til að ríkisstjórnin myndi klára málið og stjórnarflokkarnir allir studdu það. Einn flokkur studdaði ekki Miðflokkurinn. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel, Einar. Já, ég ætla að byrja á fæðingarhjálpinni. Ég minntist áðan á það að ég sagði fyrir mér að það mikilvægt að hér sameinað eitt stórt sveitarfélag sem að sjálfsögðu kallað Austurríki. Þetta hangir alltaf sömu spýtunni. Við þurfum göng, við þurfum hringtengingu með göngum hér til Seyðisfjarðar og allan hringinn hér þannig að verði hægt að komast hér á milli byggða kjarna í framtíðar sameinuðu sveitarfélagi á tiltölulega skömmum tíma. Þá verður þetta orðið tiltölulega lítið og handhægt atvinnusvæði. Nú, Neskaupstaður auðvitað sá staður sem að eðlilegt að þarna verði reynt að halda í fæðingarhjálp og halda henni til streitu. Það gefur augaleið að ef þetta gengur eftir sem ég að segja, þegar hér verður komin hringtenging með göngum, ef hér verður orðið eitt sterkt sameinað sveitarfélag, að þá verður fýsilegt fyrir fólk að búa hér og þá mun fólksfjöldi vonandi aukast hratt. Auk þess þarf að gera menntun aðgengilega.
hér á háskólastigi í þessu kjördæmi og þá þýðir það að menntunarstigið eykst. Þá fara þeir sem að sækja sér menntun síður burt, því að við þekkjum það að fólk sem að fer burt af svæðinu til þess að sækja sér háskólamenntun, það kemur síður heim. Nú, fjármagnstekjuskattur, það er stefna Pírata og hana má finna inn á piratar.is að skattar verði hækkaðir á einmitt fjármagnstekjur og að sjálfsögðu eftir því sem það er að vera hærri, eins og gildir almennt allar tekjur, hvað sem er heita, að það er hækki eftir því sem að skattarnir á þeir hækki eftir því sem ofar dregur, enda er það sanngjarnt að þeir sem hafa breiðubökin borgi hæst. Nú, við viljum skila hluta af til dæmis, eða meðal annars fjármagnstekjum til sveitarfélagana og það einmitt kemur þá aftur, býtur þá í skotti á því sem ég var að tala áðan með að efla sveitarfélögin. Takk. Takk fyrir það. Þá förum við hérna yfir á hinn endan. Gjörðu svo vel, Líneik. Það eru fjármagnstekjur og fæðingaröryggi kvenna. Já. Varðandi fjármagnstekjuskattinn þá finnst mér mjög mikilvægt að hann skili sér, hlutfall af honum skili sér til sveitarfélagana og mér finnst að það er að fara í bara vinnu við það að hvort sem það heitir þá útsvar eða eitthvað annað að það skili sér. Það hefur áhrif. Varðandi fæðingarþjónustu og sífellt meiri sérhæfingu í heilbrigðiskerfinu þá hef ég nú farið gegnum þessa umræðu nokkrum sinnum og niðurstaðan af því er að það sé því miður ekki raunhæft að við fáum aftur fæðingarþjónustu eins víða hún var fyrir nokkrum árum og auðvitað er ekkert óskaplega langt síðan að margar konur fæddu einfaldlega heima hér allt Austurland. En við gerum einfaldlega miklu meira kröfur til öryggisins við fæðingu og viljum og rauninni stór hluti, sem betur fer getur stór hluti kvenna fætt það sem eru fæðingarþjónusta út landið, en stór hluti verður líka að vera á sérhæfðu sjúkrahúsi, sérhæfðri fæðingardeild í Reykjavík. Það er bara staðreyndir, hvað svo sem við viljum. Takk fyrir það. Áfram með smjörið, gjörðu svo vel, Björgvin. Hvar er smjörið? Ég veit ekki hvað fjármagnstekjuskattur er. Ég hef aldrei borgað neitt fjármagnstekjuskatt. En mér finnst alveg rétt að sveitarfélögin fái sinn skerf af öllum sköttum. Það er alltaf verið að klípa af sveitarfélögum. Sveitarfélögin þurfa að reka sig og reka sig með hagnaði. Þannig mér finnst það alveg bara líka alveg ljóst fyrir. Varðandi fæðingaröryggi kvenna. Fæðingaröryggi kvenna. Og það þarf, ég finnst það mjög nauðsynlegt fyrir konur og fjölskyldur sem er að eignast börn, að þau eignist þau í sinni heimabyggð. Þannig að Austfirðingar verðu Austfirðingar en ekki Reykvíkingar. Það var nefnilega þannig að móðir mín er frá Ísafirði og pabbi frá Önundarfirði og ég á bróðir sem er 14 mánuðum eldri en ég. Hann fæðist á Ísafirði en það munaði 2 mánuðum að ég fæddist þar líka en það endaði við þverveg 14 í Skerjafirði, þannig að ég er Reykvíkingur. Ég hefði mikið frekar vilja vera Vestfirðingur, af því þar eru allar mínar ættir komnar. Já. Þannig að heilbrigðiskerfið þarf að sparka í gang hérna og þar þarf að vera fæðingarþjónusta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Jakob, gjörðu svo vel. Það er alveg ljóst að það að fæða barn er sennilega það mikilvægasta sem við upplifum í lífinu. Og að gefa einhvern möguleika á því að það misfarist af einhvern skorti á umgjörð, þjónustustigi, það er ófyrirgefanlegt. Einn barnadauði er einum barnadauði og mikið, sama hvar það er. Ýktasta dæmið hvað þetta er skakt hjá okkur hér á Íslandi er væntanlega í Vestmannaeyjum. Þessi fólk þarf hreinlega að flytja sig til borgarinnar bara í
tæka tíð áður en að nokkuð brestur á sem að þó getur gerst hvenær sem er. Þetta er eitt af forgangsmálunum. Skattpeningarnir sem innheimtir eru samkvæmt klassísku skýringunni, fyrst er það til að verja landið, síðan til þess að verja borgarana gegn árás eða áföllum. Og það er hrein árás á fjölskyldur að lífum sé telt í hættu. Það er forgangsröðun á haus. Það þurfum við að laga. Að sjálfsögðu á þangað til hér verður orðið fljót ekið í gegn að koma upp öruggri fæðingaaðstöðu hér á þessum stað og öllum lykilstöðum. Allt sem getur tefst, það verður bara að kippa því í liðið, það getur tekið mörg ár. Það blasir líka við að sveitarfélögin eru algjörlega vanfjármögnuð. Þau geta ekki risið undir þeim væntingum sem til þeir eru gerðar. Þau hafa ekki nægt fjármagn til þess að veita þá þjónustu sem þeim er ætlað. Og það hefur oft verið talað að þau öðlast hlutdeild í virðisaukaskatti. Mín vegna með þau gegn öðlast hlutdeild í fjármagnstekjuskatti líka. Hafandi sagt það eru við í Flokki fólksins andsnúin því að hækka skatta meira en orðið er. Við erum eitt skattpíndasta land í heiminum og það er ekki bara tekjuskattur eða fjármagnstekjuskattur eða virðisaukaskattur sem er nú virkilega hár. Það er líka þessir óbeinu skattar að ríkið hirði 70% af bensínlítranum sem þú kaupir þér og svo víðari. Það getur verið hvati á hagkerfið að lækka skatta. Fólk á að geta fengið meira af laununum sínum með mánaðamótin heldur en það gerir, hreinlega með því að minnka þessar álögur og auka hvata í hagkerfinu á sama tíma. Takk fyrir það. Njáll Trausti, nú förum við að slá svolítið í klárinn. Já, þegar þú segir þetta, það kom að mér. Ég er búin að ekki segja orðin 20 mínútur. Varðandi, ég held að það sem Ragnar Sverrisson kannski kom inn á, varðandi fjármagnstekjuskattinn, og ég er svolítið á sama stað kannski á Eiríkur Björn hérna áðan. Við þekkjum þessu umræðu að fjármagnseigendur borga ekki til sveitarfélagana og eru kannski með börnin sín í skólanum, við þekkjum þessu umræðu og það er kannski sú óánægja sem skildi að Ragnar væri að koma inn á. Þannig að ég er alveg hlynntur því að þetta sé vel skoðað, eins og með laxeldið að umhverfissjóðurinn gangi til sveitarfélagana, gistináttargjöldin gangi til sveitarfélagana, einhverju leyti gistináttargjaldin. En já, það er náttúrulega búið, en það kemur mögulega einhvern tímann. Nei. En varðandi það sem er kannski miklu stærra mál finnst mér, sem er akkurat fæðingarhjálpin. Það er einmitt ástæðan fyrir því kannski sem að dró mann helst út í það að stofna Hjarta í Vatnsmýrinni og undirskriftasöfnunina Reykjavíkurflugvöll. Þetta er einn af helstu þáttunum þar. Og það er kannski þrennt sem var á bak við það. Og getur 800 sjúkraflug á ári, 850 manns, helmingur í lífshættu sem er fluttur til Reykjavíkur. Það eru hjartaþræðingar, það eru alvarlegir höfuðáverkar og það eru fyrirburar og vandamál með ung börn. Þetta er raunverulega helsta björgunartækið í þetta erfiðustu hlutverk. Við skulum hafa það í huga að ungbarnadauði er held ég hvergi lægri heldur en Íslandi. Ég held að við séum númer 1 eða 2 í heiminum. Við gríðarlegan árangur okkar kerfi sem tengist í málum og mikilvægt að hafa þetta aðgengi. Og því ég var að kynna mér þetta vel fyrir einhverjum árum þegar maður búin að vera í kringum þessi sjúkraflug í 20 ár og kallaði út á nóttinni, nótt eftir nótt þegar þetta var að fara af stað. Þekkti marga fyrirbura og annað sem voru fluttið til Reykjavíkur í sjúkraflugi. Við höfum, það er ákveðna kröfu til ljósmæðra og vandamálinn segjum að Sauðárkróki, 30 börn á ári voru að fæðast ári, að ljósmæðurnar héldust ekki þjálfun. Á Akureyri kannski fæðast 400-450 börn á ári, það eru 6-7 ljósmæður, það sjáðu tíðnina á bakvið sem náðu að halda sér í þjálfun. Síðan eru kannski með Norðfjörð á sín tíma, Vestmannaeyjar og fleiri staði, þá eiga, sem sagt, þetta er svo sérastörf, að halda ljósmæðrum í þjálfun með svona fáu fæðingum er mjög erfitt. En við eigum þó þennan árangur tengt fæðingarhjálpunni og ungbarnadauði hvergi lægri og þessna kannski bara, þessna skiptir Reykjavíkurflugvöllur gríðarlegu máli einmitt nákvæmlega þessu máli. Ekkert rætt það hér í dag eða kvöld. Hver er afstaða þeirra flokka sem eru hluti af Reykjavíkurmódelinu í borginni til Reykjavíkurflugvallar sem er grundvallaratriði í sjúkraflugi innanlands og hvergi íbúar Austurlands hlutfallslega eru hvergi háðar í sjúkraflugi í landinu.
að komast til Reykjavíkur. Nú verðum við ekki að halda áfram með þessar spurningar. Akkurat hluti af þessu máli. Það er Haraldur tekur við. Já, fjármagnstekjuskattur, fjármagnseigendur eiga einfaldlega að greiða sama skatt og allir aðrir í landinu. Við viljum hins vegar þrepaskipt skattkerfi í stórum þrepum og láta hagrænu hvatana eins og tískuorð koma þá fátækum til góða. En það er plaggsíður í þessu samfélagi að vera alltaf að hjálpa þeim ríku, sem er mjög sérkennilegt vegna þeir eiga nú að pening og geti hjálpað sér sjálfir. En hvað varðar fæðingaraðstoð og það að konur geti fætt börn í heimabyggð, að þá var það einfaldlega þannig að við áttum slíkt kerfi og þetta er alveg gríðarlegt óhagræði og maður heyrir margar mjög sorglegar sögur af því þegar að fátækar konur er að fara langa leiðir og eiga í erfiðleikum með að koma sér fyrir og þurfa að bíða til fæðingum og það er bara alveg hræðilegt. Og við lifum í einhverju ríkasta landi í heimi. Það er ekki vandamálið og þetta er land sem er í betri aðstöðu í dag heldur en það var til þess að leysa þessi mál út frá hagsmunum kvennanna. Og það eina sem skýrur á milli þess að við gerum þetta er hugmyndafræðilegur ágreiningur, hugmyndafræðilegur vandi. Við þurfum að leysa þessi mál eins og mörg önnur með samhyggju og félagshyggju. Takk, Hilda Jana. Hún segir okkur frá fjármagnstekjuskatti og fæðingum kvenna og svo fyrir við næstu spurningu. Gjörðu vel. Þó nú væri. Það er rosalega áhugavert, ég hef síðustu 3 árin setið í sveitarstjórn, bæjarstjórninni á Akureyri og eitt af því sem komið hvað mest á óvart og því ég hvet ykkur öll til að ræða við fólk sem er í sveitarstjórnarpólitík að finna þennan gríðarlega ágreining sem er milli ríkis og sveitarfélaga. Ég held að eitt af því mikilvægasta sem við getum gert er að bæta samskipti og samvinnu ríkis og sveitarfélaga og að ríkið sýnir sveitarfélagum mun meiri virðingu. Ég er formaður samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Þar óskuðu við á ársþingi allir sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi eystra eftir samtali við þingmenn þessa kjördæmis hvernig við gætum bætt samskipt okkar og gert þau skilvirkari og betri. Við fengum höfnun á því. Það voru 2 flokkar, Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin, sem tóku mjög jákvætt í erindið og vildu gera betur. En því miður var fyrsti þingmaður þessa kjördæmis hafnaði þessu erindi sem er algjörlega óskiljanlegt mér að öllu leyti. Því að það er verið að ræða meðal annars tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, það er ítrekað verið að setja lög sem að ekki er greindur kostnaður á hvað þau kosta sveitarfélögin. Það er meira að segja bundið í lög að þau kostnaðarmeta þau verkefni sem á að binda í lög sem kosta ríkið eitthvað, en þetta á ekki við þegar kemur að verkefnum sveitarfélagana. Þarna þykir mér bara mikill misbrestur á eitthvað sem við ættum öll að gera miklu betur í vegna þess að þarna erum við í samskiptum og samvinnu við fólk sem að lifir og hrærist í heimabyggð í sínu nærumhverfi og sveitarfélögin gegna gríðarlega miklu hlutverki í því samhengi og ég tel að þetta jafnvel að færa frekar fleiri verkefni frá ríki til sveitarfélag og treysta heimafólki frekar. Varðandi fjármagnstekjuskattinn þá snýst það er ein útfærsla sem er alveg hægt að skoða en í grunninn skiptir máli að horfa til þess að öll sveitarfélög geti staðið við þá þjónustu sem að þeim ber í sínu nærumhverfi. Varðandi öryggi fæðandi kvenna þá skiptir það gríðarlega miklu máli og ég tek undir og fagna því að Njáll Trausti gefur mig tækifæri til þess að segja hversu mikilvægt það er að Reykjavíkurflugvöllur verði í Vatnsmýrinni nema að annar betri eða jafn góður eða betri kostur verði tekin í notkun, ekki áður, ekki einhvern tímann heldur þetta er algjör forsenda vegna þess að höfuðborgin líkt og fleiri svæði þurfa átt að sjá að þau bera ábyrgð gagnvart fleirum heldur en bara sjálfum sér og það er eindregin mín skoðun. En varðandi fæðingarnar þá er það líka að styrkja og efla umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað og tryggja hringtenginguna til þess að samgöngur séu í lagi og síðan vetrarþjónustan að sjálfsögðu niðurgreiða allan ferðakostnað síðan fyrir fólk sem þarf að sækja sér þjónustu, heilbrigðisþjónustu utan síns heimasvæðis. Takk fyrir það. Hér að endingu þá eru hér 2 spurningar af netinu sem að báðar varða matvælamálin sem eru þetta stór og það er mikilvægur málaflokkur bæði náttúrulega
þetta mikið landbúnaða hér í kringum okkur og svo það fiskeldið sem fer hátt í umræðunni. Það eru semst hér 2 spurningar. Önnur sú og hún var svona leidd út úr annarri spurningu sem snerist það hvort að náttúran ætti að njóta vafans og þá sagt ef svarið já, þá spurt hvernig samræmist fiskeldi í opnum sjókvíum þessu, þar sem mengun og spilling náttúru á við stóriðju en bara undir yfirborðinu. Svona spurningin nú orðuð, svo bara bið ég fundamenn að segja bara svona aðeins þá stuttlega hvert álit ykkar á fiskeldi í opnum sjókvíum. Og svo það hitt, lítur þú og þinn flokkur á það að draga úr kjötframleiðslu og kjötneyslu sem mikilvægan þátt í baráttunni gegn loftslagsvánni. Og þetta eru semst, hæstu spurningarnar á netinu, þannig að það mikill áhugi hér fyrir austan á þessum málaflokkum. Ég verð að biðja ykkur að vera stuttorð af því að tíminn eiginlega hlaupinn frá okkur en ég ætla samt að stela nokkrum mínútum af því að þetta afar mikilvægar spurningar og í leiðinni að endingu þá bið ég ykkur líka í takti við þessar spurningar að segja okkur hver uppáhaldsmaturinn ykkar Og ég að biðja Jódísi bara að byrja núna og þú lætur síðan mikrofónin ganga niður borðið. Já, takk. Fiskeldi í opnum sjókvíum. Ég ekki aðdáandi. Það hefur nú verið sagt mig að ég sé alfarið á móti fiskeldi en það hreint ekki rétt. Ég lít á fiskeldi eins og bara allan annan sko, eins og landbúnað. Þarna verið að sinna dýrum, það verið að skapa verðmæti, það verið að skapa störf, það verið að tryggja matvælaöryggi. Allar þessar greinar eiga að sjálfsögðu rétt á sér. En ég tek bara aftur það sem ég sagði hérna í upphafi fundarins. Náttúran á alltaf að njóta vafans og þetta verður að vinnast í sátt við nærsamfélagið. Hvað með kjötið? Hin spurningin, sko það stefnan að draga úr kjötframleiðslu og kjötneyslu? Var spurt að því? Já, það sést hvort að þú lítir á það sem mikilvægan þátt í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Málið það að það að dragast saman, neysla á kjöti. Það bara að gerast hvað sem okkur finnst það. Ég vil standa við bakið á landbúnaðinum, ég vil að bændur fái sanngjarnt afurðaverð, en svona bara þróunin. Það hefur dregið gríðarlega úr kjötneyslu á undanförnum árum, þannig að það í rauninni að gerast og það dregur úr framleiðslunni sem að hjálpar við umhverfismálin, loftslagsmálin. Takk fyrir það og þá yfir til Sigmundar. Takk. Fiskeldi orðið mjög stór þáttur í matvælaframleiðslu í heiminum og þetta kjördæmi þarf að geta nýtt þann vöxt sem í þeirri grein en þó með því að gera það á umhverfisvænni og öruggari hátt en nokkur staðar annar staðar eins og ég tel að menn stefni að hér. Hvað varðar kjötið þá hefur verið sótt að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum samtímis núna nokkur ára skeið og við skulum ekki bæta þessu við. Því að greinin má ekki við því til að svara spurningunni á að draga úr kjötneyslu, nei þá að aukana en fyrst og fremst á íslensku kjöti og draga úr innflutningi á kjöti og uppáhaldsmaturinn kjöt, nánar tiltekið, já, hangikjöt, heitt, kalt eða hrátt. Já, heyrðu, áður en að því að ég glemdi að krefja Jódísi uppáhaldsmatinn. Jódís, þú voru eiginlega að fá að segja okkur hver uppáhaldsmaturinn Lambakjöt, eldað. Eldað. Einar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á því að fjalla matinn, uppáhaldsmatinn minn. Mínar bestu stundir eru í ágúst að jafnaði hvert ár þegar ég borða ótæpilegt magn af skyri, rjóma og berjum. Ég viðurkenni hins vegar ég mjög lélegur við að tína þau sjálfur, en ég hef fólk í vinnu við það. Nú, hvað varðar fiskeldi í opnum kvíum, þá það beinlínis stefna Pírata að auka ekki við fiskeldi í opnum kvíum meira en orðið
Við hljótum að þurfa að hafa þær í lokuðum kvíum, annarkvort úti á sjó eftir því sem að tækninni fleygir fram og gerir það kleift, eða uppi á landi. Í ljósi þess líka kannski í síðustu frétta hér af þörungablóma hér inn á fjörðunum, þá held ég reynda líka að þetta sé nú kannski ekki öllu leyti einfalt mál og hættulaust, en það er nú allt annað handleikur. En svo varðandi kjötframleiðslu, Píratar eru að mínu viti eini flokkurinn sem hefur flutt þingsályktunartillögu að landbúnaðarráðherra verði falið að gera aðgerðaráætlun og kanna fýsileika á kjötrækt. Kjötrækt er nú þegar gerleg, hún er nú þegar stunduð í rannsóknarskyni. Tæknin er ekki enn komin á þann stað að það sé hægt að gera þetta þannig að þetta borgi sig, þannig að þetta beri sig, en þetta er tvímælalaust eitthvað sem að mun verða og þá mun íslensk hefðbundin kjötrækt verða fyrir barðinu á því, ef ég fæ að nota það orð, rétt eins og öll önnur kjötrækt sem að skilur frá sér prump og róp. Hvað ætlar þá að gera við alla bændurna hérna fyrir austan? Þeir fara í kjötrækt. Já, sjálfsögðu. Og allt annað, ylrækt og allt mögulegt, það er nóg að gera. Þú ert með svör við þessu öllu, það er flott. Líneik, þá tekur þú við. Uppáhaldsmaturinn er lambahryggur, hvort sem hann er í kótilettur, raspi eða heill og bara allt þar á milli. En tölur áhrif á kjötneyslu hafa verið, held ég, á loftslagið, eru ekki alltaf sambærilegar, það er tölum sem við höfum verið að vinna með og ég held að við höfum eftir að sjá það breytast mjög margt sem við höfum að vinna með tengt landbúnaði, margar tölur losun eiga eftir að breytast þegar eftir sem rannsóknum fleytir fram. Þannig að ég er ekki sannfærð það að það draga úr kjötneyslu á kjöti sem er framleitt á Íslandi muni draga úr loftslagsáhrifum en við þurfum auðvitað að gæta líka hvernig við nýtum landið og við getum gert það og við eigum að gera það. Fiskeldið, það er mjög vel hægt að stunda fiskeldi í opnum kvíum af fullu öryggi og hafandi fylgst með sjávarútvegum og matvælaframleiðslu á Íslandi spara aðföng, þá segir það sig sjálft að það er enginn að leika sér af því að missa fóður niður á sjávarbotn. Mér langar aðeins að bæta við, það sem ég komst ekki yfir varðandi fæðingarþjónustan áðan kom bæði frá Njáli og Hildujönu, en það sem þarf líka er að tryggja fæðingarorlof fyrir lengt fæðingarorlof fyrir þá sem þurfa einhverja hluta vegna að sækja sérhæfðu þjónustuna út fyrir heimabyggð og heimalandshluta og bíða. Og það verður sama hvernig við skipuleggjum fæðingarþjónustuna, þá væri það alltaf einhverjir sem að standa frammi fyrir því. Takk fyrir. Björgvin, gjörðu svo vel. Já, takk. Býtum við, hvar ætlaði ég að byrja? Já, matvæli. Ég vil ekkert vera að stýra því hvað fólki finnst gott að borða. Ef það vil borða kjöt, þá borðar það kjöt eða grænmetisætur eitthvað svoleiðis. En það sem við viljum gera, að banna innflutning á hráu kjöti. Það mun koma sér vel í loftslagsmálunum. Því að við erum að framleiða eitt besta kjöt í heimi, ómengað. Svo erum við að flytja inn hrátt kjöt og vitum ekkert hvaðan kemur og ekkert hvað er búið að sprauta í það. En varðandi fiskeldið, ég og minn flokkur við viljum ekki að það verði meira fiskeldi í sjó. Það er það mikill úrgangur sem kemur frá fiskunum og fóðrið sem fellur niður á botninn og það eitrar stórt svæði undir kvíunum. Nú er komið í ljós að lífríki sjávar á grunnsafi, og þá er verið að tala þara, þörunga og þang og allt lífríkið sem er á grunnsafi niður á 60 metra dýpi, það er búið að verðleggja það og það eru ótrúlegar upphæðir sem
eru í vændum fyrir okkur Íslendinga ef við höldum rétt á spilunum. En allt fiskeldi hérðan í frá verður að vera á landi. Hægælda lambakjöt með brúnum kartöflum, sósu, orabönum og rauðkáli. Það er það besta. Það er uppáhaldsmaturinn. Takk fyrir það, Björgvin. Gjörðu svo vel, Jakob Frímann. Eftirlætismaturinn minn er gúrme grænmetisfæða. Það eru örfáir sem að hafa það á valdi sínu enn sem komið er, en ég þekki nokkra og nýt þess mjög. Og svo er fiskur í miklu uppáhaldi, lax og heilafiski. En fiskeldi á Íslandi er í hröðum vexti, gríðarlega mikilvæg búgrein til langrar framtíðar og hún mun á næstu árum, samkvæmt vitneskju og fullyrðingum bestu manna, skila jafnmikilli arðbærni og gamli góði kvótinn sem enn er rifist fullum hálsi, bara næstu 4-5 árum. Þetta er ein af stoðunum í efnahagskerfinu, 9 stoðunum sem mun fjármagna áherslur okkar sem allir eiga að vita hverjir eru. Við erum að tala að fiskeldi fyrst og fremst á landi sem er óumdeilt ber að auka og styðja við. Það eru góðar fréttir úr fiskeldi í sjó. Það er byltingarkennd aðferð sem er verið að prófa núna í samstarfi Norðmanna og Íslendinga með ljóstækni sem laðar að fæðuna inn í búr þar sem að fiskarnir vaxa. Þetta held ég að geti verið mjög spennandi þróun og þar með er ekki verið að dömpa fæðu sem endar á botninum og veldur usla. Þannig að ég er bjartsýnn á þessa framtíðar búgrein sem fiskeldið er. Ég vil absolutt auka hann á landi og ég bind vonum við nýja tækni sem mun gera fiskeldi í sjókvíðum óumdeilt. Varðandi bændur í matvælaframleiðslu. Ég sagði áðan að ég mikla trú á íslenskri matvælaframleiðslu. Hreint loft, hreint vatn, hrein jörð er ávísun á góða vöru og bætta lýðheilsu. Framboð og eftirspurn mun stjórna því hvernig búskaparhættir þróast og breytast. Og það er alveg rétt sem á var bent, það er minni eftirspurn eftir kjöti en áður, en þetta mun fleiri sem koma hingað og vilja kjöt heldur en áður var. Þannig að bændur á Íslandi eiga eftir að fara út í stóraukna grænmetisframleiðslu. Forsenda þess er að verð á orku til þeirra verði stórlækkað og það verði hvatar í því að auka grænmetisframleiðslu fyrir innanlands og utanlandsmarkað og branda allt sem við gerum hér til arðbærs útflutnings. Takk fyrir. Njáll Trausti, þá er það fiskeldið og kjötframleiðslan, gjörðu svo vel. Já, ég byrja hérna á matvælaframleiðslunni sem er náttúrulega bara hluti af þjóðaröryggismálum íslensku þjóðarinnar að sé vel staðið að þessum. Ég vil kannski bara nota þessu örfáu sekúndur sem hefur á einmitt þetta plagg sem var að koma núna bara í vikunni og að vera að senda á bændur og er núna ein af stjórnarráðsvefnum Ræktum Ísland sem Björn Bjarnason hefur verið að taka saman og unnið, það hefur verið gríðarleg vinna unnið, þetta er svona undirbúningur að eða fyrstu stóru íslensku landbúnaðarstefnunni. Við hvet hérna fundamenn til að skoða það inn á stjórnarráðsvefnum, Ræktum Ísland og fara í gegnum það. Það er kannski stærsta skrefi sem er þar. Það er alþjóðleg vottun á kolefniseiningum í kolefnisbindingu sem eru gríðarleg tækifæri fyrir íslenska bændur og til atvinnusköpunar, verðmætasköpunar í kolefnisbindingu og umhverfismálunum. Varðandi síðan sjókvíaeldi, ég var einn þeirra þingmann í atvinnunefnd sem að vann í þessu lögum eldi í sjó. Við erum með þetta áhættumatskerfi, við höfum verið að fylgjast með í nefndinu og fengi upplýsingar til dæmis að það er eins og Líneik kom inn á, það er ekki botfall. Það er myndavélakerfi sem við sjáum það, þetta bara gengur vel, þetta er allt annað búnaður heldur var fyrir einhverjum árum. Og svo Jakob kemur inn á að þetta er gríðarlega stór og mikilvægur iðnaður sem er að skapast á Íslandi og mun væntanlega halda áfram að stæða. Okkar samkeppnishæfni, þegar við heimsóttum Norðmennina og vorum að ræða þetta við þá, atvinnunefndin fór til Noregs í viku, þeir öfunduðu og dauðöfunduðu okkur af íslenska jarðvarmanum. Að geta notað heitt vatn á Íslandi til að búa til stór seiði og setja út stór seiði. Og þar er samkeppnishæfni íslensk sjókvíaeldis í því og skapar ótrúlega samkeppnisstöðu
stöðu á þeim máli. Varðandi kjötneyslu, sem náttúrulega eitt af þessu loftslagsmálum, ég ekki að fara að banna fólki að borða kjöt, sko. Með þá forræðishyggju. Þetta mun þá bara, það verið að tala um að sé að minnka kjötneysla hérna. Kjötneysla og kjötneysla, það ekki endilega alltaf sama kólinspor á bak við hana. Þannig að ég held að það er erfitt að svara svona einni mínútu varðandi þetta og þróun og tækni sem að verða til dæmis í nautgriparækt í heiminum og þá varðandi eins og minnkandi metanútblástur og annað frá dýrunum. Varðandi íslenska mat eða hvað maður finnst gott uppáhaldsmatur, ég fekk það bara í gær og aftur í dag. Það er tvíreikt lambalæri hjá Jakobi sveitarstjórnarfulltrúa hérna í Múlaþingi. Ég meira þess að keypti á hann læri fyrir jólin, alveg frábært. Og hitt er kannski sem ég verða viðurkenna með ákveðið blæti fyrir, það er harðfiskur, feitur steinbítur. Takk fyrir það. Haraldur? Já, í sambandi við fiskeldið. Ég ætla að biðja ykkur áhorfendur og fólk út í sal þegar þið hafið tækifæri til að fletta upp á landakorti heimsins. Renna augunum yfir strendurnar í Kyrrahafi, renna augunum fram hjá Afríkuströndum og upp að Atlantshaf. Og það er ekki fyrir en að þið komið til Noregs sem þið sjáið það sem þið hafið ekki séð. Þið sjáið djúpa og lognværa firði. Þetta er þvílíkt náttúru undur að það er svo sjaldgæft í heiminum. Við Íslendingar við eigum nokkra svona. Við eigum einn á Norðurlandi, við eigum nokkra á Vestfjörðum og á Austfjörðum. Og það er í þessu ljósi, mér vantar að varpa þessu ljósi á ákvarðanir stjórnvalda að nánast gefa þessi verðmæti erlendum öðringum án þess að gæta þess að arðurinn komi heim til byggðanna og við njótum góðs af þeim arði. Þetta er alveg fullkomlega óskiljanlegt. Þessir auðjöfrar, þeir fara með þessi verðmæti út í kauphallir í Noregi og breyta þeim í milljarðatugi á nóinu. Þetta er óskiljanlegt fullkomlega. Hvað var það greinina sjálfa, þá erum við mjög mengandi. Við erum ekki það móti eldi á matvælum yfir höfuð, en heimamenn verða að hafa hérna mikið að segja. Heimamenn vöruðu við í Seyðisfirði, þörungablómanum sem er núna út allan sjó, kemur hann til með að drepa alla fiskana í kvíunum. Það er einhver æðibunur gangur á þessu hjá stjórnvöldum og hjá sveitarstjórnarmönnum sem er fullkomlega óskiljanlegur og þyrfti að skýra út á hverju hann er svona á skjön við hagsmuni fólksins í landinu. Svo var það varðandi kjötframleiðsluna aðstödd. Kjötið, við erum á móti stólbúum og verksmiðjuframleiðslu en gerum engar athugasemdir við aðra framleiðslu. Og ég hætti þessari vitlausum maður. Það er enginn hérna í kaldastríðsgirnunum að þú. En uppáhaldsmatur, það er lambalærið bara með öllu hefðbundnu. Það þarf ekki að hafa með fleiri orð en það. Takk fyrir. Hilda Jana, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Byrjum kannski bara á fiskeldinu og náttúrunni. Ég er náttúrulega fylgjandi fiskeldi á landi sérstaklega. Ég sé ekki fyrir mér á næstunni að bæta við fleiri sjókvíaeldum í opnum sjókvíum og til rosalega mikilvægt að horfa til þess að náttúran njóti vafans. Ég sé heldur ekki fyrir mér að loka fiskeldu, hvorki hérna fyrir austan í vestan, heldur að þróa það áfram vegna þess að það er á sér stað mjög mikilvægt og gott vísindastarf líka sem að mikilvægt er að halda áfram að þróa. Það sem ég hins vegar undrast er hversu lítið heimafólk og sveitarfélög hafa grætt á því að hafa fiskeldi í sínu nærumhverfi og ég heyri það nú bara á sveitarstjórnarfólki líka hér að þetta eru töluverða deilur. Þannig að ég hefði að minnstakosti þótt eðlilegt að heimafólk myndi þá njóta þess. Varðandi kjötframleiðsluna, fyrir mér skiptir gríðarlega miklu máli að framleiðandinn hafi í rauninni heimild til þess að nýta land með þeim hætti sem að hentar best. Og við í Samfylkingunni viljum ráðast í umbætur á landbúnaðarkerfinu án þess að draga úr stuðningi við bændur
með því að hætta að skilyrða styrki við framleiðslu á kjöti og mjólk en styðja loftslagsvæn verkefni, sjálfbæra matvælaframleiðslu og kolefnisbindingu með breyttri landnotkun eins og endurheimt votlendis og landgræðslu og skógrækt. Því að þetta snýst að það að eiga sér stað ákveðin þróun en landbúnaðurinn í merkingunni að þar sé fólk sem að ræktar land og gæslumenn lands skipta líka miklu máli og við þurfum að horfa á það út frá því og að því að félagi minn nefndi skýrsluna þá kannski allt í lagi að minna á það að það var ekki bara Björn Bjarnason, það var líka Hlédís Sveinsdóttir sem þau tvö undirrita það að minnstakosti, þessi frábæra kona sem hefur meðal annars verið mikið að ræða grænmetisrækt og svo framvegis. Ég vil endilega halda því til haga. En ég held að sé til mikils að vinna að skoða til hvaða hagræðinga hægt að fara í greininni og vinna að hagsmunum og þá sérstaklega sauðfjárbændur gegna mjög sérstakri stöðu. Ég veit hvort það setja á klukkuna. Þá ætlum ég bara að segja að uppáhaldsmaturinn minn eiginlega allur matur sem að eiginmaðurinn minn eldar fyrir mig. En ef ég fer á veitingahús þá elska ég að fá íslenska þorskknakka. Takk fyrir. Eiríkur, þú lokar þessari umræðu fyrir okkur. Já, ég fara að vera síðastur í þessu. Varðandi fiskeldið fyrst. Fiskeldið alveg gríðarleg lyftistöng fyrir, og mikilvæg fyrir byggðirnar. Og við þurfum að byggja þau upp áfram sem sterk atvinnugrein. En við þurfum að horfa til þess að byggja upp á þeim svæðum þar sem leyfin eru nú þegar til staðar. Við þurfum að horfa sjálfsögðu til umhverfisþátta sem eru gríðarlega mikilvægir. En ekki síður held ég að við ættum að horfa líka til reynslu annara og draga svolítið lærdóm af því varðandi svona umhverfisáhrif og slíkt ef við getum sótt það. Eitt sem hefur aðeins komið þetta fram en ég vil þá líka fá að hnykkja á, það varðandi skipulagsvaldið. Að þegar menn að tala fiskeldi í fjörðum að þá svo gríðarlega mikilvægt að mínum mati að skipulagsvaldi sé hjá sveitarfélögunum. Að sveitarfélögin og heimamenn fáum það ráðið hvernig farið með þetta og hvernig verður unnið með það áfram. Valdið sé ekki einhvers staðar annars staðar. Þá að kjötneyslunni, ég ekki talsmaður einhverja forræðishyggju varðandi kjötneyslu eða aðra neyslu, en það sem við teljum afar mikilvægt varðandi kjötframleiðslu að hún sé umhverfisvæn og hún sé þannig og garði gerð að hún sé unnin í samvinnu við náttúruna og að sjálfsögðu við fólkið. Nú, uppáhaldsmatur, það er svo merkilegt að þetta nú ekki fyrst skipti sem maður fær þessa spurningu, ég veit ekki af hverju menn hafa svo mikla áhyggjur hvað við borðum, en ég sjúkur í pilsur og pilsur með öllu, en þér ætla að gera vel við mig að þá eru kótiletturnar bara með bræddri feiti, það yndislegt, ég bara nýbúin að fá svoleiðis og það það besta sem maður fær. Takk hérlega fyrir. Nú veit ég að tíminn löngu hlaupinn frá okkur en ég vona að Gunnar Gunnarsson leyfi mér eina spurningu hérna í lokin af því að mér finnst hún svolítið skemmtileg til að svona ljúka kvöldinu og leyfa okkur að kynnast ykkur enn betur með svona svolítið kannski furðulegum hætti. Mér langar til að biðja alla frambjóðendur hérna rétt í lokin að segja okkur eina sturlaða staðreynd sjálfa sig. Og nú skal ég aftur ríða á vaðið til að þið fái smá umhugsunarfrest og ég get sagt ykkur þá sturluðu staðreynd að ég jökuldælingur en ég drekk samt hvorki vín né kaffi sem þykir mjög merkilegt. Og ég sem að leyfa Einari bara að byrja og svo förum við upp borðið. Ég vissum að Einar með eitthvað mjög skemmtilegt á takteinunum. Nú náður mér alveg í bólinu. Ein sturluð staðreynd, ég var bakveikur og það reyndar enn sem ungur maður og ákvaða að fara að styrkja mig, fór á lyftingaæfingu, var sjanghæjaður í mót og vann og var Íslandsmeistari í lyftingu, gera aðri betur en getur ekki neitt. Þetta var skemmtilegt. Sigmundur, hvað segir þú? Ég búinn að drekka gríðarlega mikið kaffi og vatn núna og verð að bregða mig frá. Það staðreyndin. Þetta ætti að vera lokaorðin, sko. Við höfum þetta að enda þessu. Hvað segir þú, Jódís? Gjörðu svo vel, Sigmundur, þú mátt að sjálfsögðu bregða frá. Hvað segir Jódís? Bara byrja því að fá að þakka fyrir að vera næst í röðinni.
Skiptir engu máli hvað ég segi. Sturlu staðreynd. Ég er hreindýraskytta og aðdáandi hálendisþjóðgarðs. Sko til. Einar, hvað segir þú? Nei, fyrir ekki, Eiríkur. Já, ég heiti ennþá Eiríkur. Sturlu staðreynd, þegar maður fær svona spurningu. Ég er gríðarlegur áhugamaður dans og söngvamyndir og horfir reglulega á þær og kann þær margar nokkuð vel utan að. Ég ætla samt að biðja ykkur að taka mig ekki upp í því að kollegi minn Guðmundur Gunnarsson í Norðvestur, hann víst kann áramótaskaup utan af 1984 og var tekin upp og beðinn að fara með það, en ég ætla að vona að ég verði ekki tekin upp. Takk fyrir það. Hilda Jana, hvað segir þú? Ég held að Sturlu staðreynd mig væri að fyrir 4 árum var ég orðin svo veik að ég gat aðeins hreyft mig með því að labba hringinn í kringum raðhúsið mitt einu sinni á dag. Síðan hef ég verið í mikilli þjálfun og verið að ná mér ansi vel og í síðustu viku hljóp ég lengsta hlaup sem ég farið sem voru 19 kilometrar. Vá, það hafði með það. Haraldur? Já, ég spila á sígarboksgítar eða vindlakassagítar sem ég smíða sjálfur, 3 strengja. Og nú ætla ég að gera það sem í fyrsta skipti sem ég mun aldrei gera aftur. Ég mun ganga í spor Sigmundar á klósett. Takk fyrir það, Njáll Trausti. Hvað segir þú okkur? Það er svo rosalega mál. Það hefur verið harka, við höfum keyrt þetta svo rætt áfram. Eru þið bara ekki mennilega blöðru strákar? Hvernig er þetta? Ég veit það ekki. Maður er bara ennþá að hugsa þetta með þessar klósettverðir hérna. Þeir eru alveg búin að taka mann úr Komur jafnvægi bara. Já, þetta er alveg rosalegt. En ég hugsa eitt að skrýtnasta sem maður upplifði bara þegar maður var skiptinn í Bandaríkjunum, að ég var markahæstur í fylkinu á fótboltatímabilinu. Það var mjög sérkennilegt, allt saman í kringum það, hvernig það gerðist. Þannig að það var þannig, Bandaríkjunum. Þetta er einhver góð saga sem við eigum inn í hjá þér. Ég er ekki tíma þér. Nei, takk fyrir það. Jakob Frímann. Ég velti fyrir mér viðskiptahugmyndinni sölu þvaglátsbréfa. En allavega, ég ætla að segja ykkur þá undarlegu staðreynd að ég var hérna á Egilsstöðum í síðustu viku, svo fór ég inn á Akureyri. Í gær ók ég frá Akureyri til Egilsstaða til þess að taka þátt í pólitískum fundi, ók síðan aftur að Akureyri. Í dag ók ég frá Akureyri til Egilsstaða og ég eftir þennan fund aftur til Akureyrar, annaðhvort í kvöldið í fyrramálið. Og á þriðjudagskvöld komandi ek ég aftur frá Akureyri til Egilsstaða. Þá ætla ég að vera hér í Valaskjálf með eitthvað sem ég kalla stigið á svið með stuðmanni. Umhverfis flygilinn á 80 mínútum og ég býð öllum að koma hér á svið og við ætlum að ræða brýnustu samfélagsmálin og við ætlum að búa til lög á staðnum. Örlítið skemmtilegri heldur lögin sem á stagli sem að búa til við Austurvöll. Þannig að allir, við erum að hlusta eftir röddum fólksins, hvað vill það, hverjar eru áherslurnar á léttum, skemmtilegum og stuttum fundi. Og sturlaða staðreyndin þá hvað þú búin að leggja marga kílómetra baki eða hvað? Já, það í rauninni hinn sturlaða staðreynd kolefnisspor sem fylgir þessari kosningabaráttu. Því miður að segja er óhjákvæmilegt í þessu. Skil þig. Hvað segir Björgvin sturlaða staðreynd? Sigmundur, ég er líka í spreng. Líneik? Þú slær botnin í þetta hjá okkur? Já, ég fer alltaf bara í flækju ef ég fæ svona spurningu. En ég hef farið í gegnum dyrnar á Dyrfjöllunum. Ég er ekki viss að margir hafi gert það. Úr Stórurð og til Borgarfjarðar. Já, það er vel svo vikið. Herriði, þá ætla ég bara að þakka öllum kærlega fyrir, þakka frambjóðendum fyrir málefnalegar framsögur og góð svör við spurningum. Þakka áhorfendum í sal og þeim sem heima sátu og fylgdust með fyrir hönd Austurfréttar og Valaskjálf. Bara þakka ykkur fyrir að fylgjast með og býð ykkur góða nótt. Takk fyrir.